þetta íslensk menning, íslensk tunga, íslensk menningararfi. Þeir sem koma hingað þurfa aðlagast því. Við búum ekki til nýja menningu eða nýjan hópar með einhver stóra hópar með einhver allt aðra menningu. Það mun bara leiða til átaka og vesinn eins og mangi sannir uppfulla. Ekki reyna að halda því hún verið öðruvísi í dag heldur en hún hefur alltaf verið. Þú getur auðvitað tekið ríkissjóðs í 1 ár, árið sem á hækka skatta. En hvað afleiðingar hefur? Kjörin ykkar sem standa höllum fæti mun ekki batna nema að verði auðvitað meiri verðmætasköpun. Og hún verður ekki með hærri skattlagningu. Bara segja ykkur það strax. Nei, við erum algjörlega bara spilling og hneyksli og dag til dag, viku til viku og mánuð til mánuð. Þetta er ekki einu sinni búið. Við erum ennþá þessu. Nei, fjörum þetta aldrei í huga. Hvað kostar þetta okkur? Þess að tafir á öllu þessum virkjum. Við erum fáetar. Ég nefnilega, við erum byrjað að taka upp. Ég ætlaði að fá þig bara til að tala bara grundvallar spurningar, en svo einhvern veginn finnst mér svo mikið búið að gerast í pólitíkinni og fyrir ykkur sem að tjúna inn þá það að hlusta á hlaðvarpið Auðvaldsleikjunar með Brynjari Níelsinni og Þórarni Hjartarsinni og ef þú ert að hlusta þetta núna 4 dögum síðar þá hægt að tryggja sér áskrift á partus.is og hægt að fá þennan þátt fyrr en ella. Hérna, Brynjar, þú sendir á mig og vildir komið þátt til þess að tilkynna formannsframboð og ég var alveg upp með mér og þótti alveg frábært að þú verður að fara að taka þetta skref. Hérna, af hverju telur þú að þú sért best til þess fallinn að leiða Sjálfstæðisflokkinn til nýrra tíma? Verandi þessi, hvað við að segja, svona fílupúki og svona af þessari gömlu stjætt. Núna erum við að stíðinu nýja tíma. Það er komið tími á unga konu. Af hverju ert þú að fara að trana þig fram með því að bjóða þig fram? Ég get alveg verið kona líka. Ég er kannski ekki ung, kannski getur maður ákveðið það líka einhvern tímann. Ég er maður allra tíma. Nei, það sem Sjálfstæðisflokkur þarf auðvitað að finna núna er formaður sem getur svona sameina svolítið flokkinn. Það er búið að vera ótrúlega átök til dæmis í Reykjavík. Það er átök í Vestmannaeyjum. Við höfum mist fólk út í miðflokkinn, við höfum mist fólk út í Viðreisn, jafnvel flokk fólksins. Og það getur auðvitað ekki gengið til lengdar. Þannig að við þurfum allavega að forma núna sem gæti svona sameinað flokksmenn, rifið upp starfið allt land, þannig að það verður gaman að vera í Sjálfstæðisflokknum, gaman að vera í öllum sem hverfafélögum, gaman að vera í flokksfélögum allt land. Og ég held að Sjálfstæðismenn hafi aldrei átt meira erindi við þjóðuna heldur núna. Nei. Er búið að vera leiðilegt í Sjálfstæðisflokknum? Nei. Ég samt fann það núna fyrir þessar kosningar hvað ungliðarhreyfingin voru miklu öflugur heldur og var bara fyrir 10 árum. Ungt fólk er að vera mjög hægri sinna, sem er mjög áhugavert. Ungt fólk er að vera hægri sinna, það er bara þreytt að þessu ruglu öllu saman og vill fá að njóta eigin dugnaðar og fá að vera frjálst fyrir þessu ríkisvaldi sem er allstað með krumluna og þannig að maður finnur talsverða hægri sveiflu. Þannig að það kemur umverulega ekkert á óvart að VG bara þurrkast út. Sósíalistaflokkurinn kemst ekki inn og Píratar þurrkast út. Það kemur ekki á óvart. Nú er ekkert eftirlit. Núna getur bara auðvaldið tranað sig fram með á þess að sé nokkur. Nei, nú kannski bara fær frelsið að fá að vera í friði, Og fólk verður allt miklu kraftmeira, skilur meira eftir sig og okkur öllum til gagns. En þetta held ég að ég verður varveit í Sjálfstæðisflokknum að það er svona meiri stemning hjá ungu fólki. Það átt að segja á því að við megum ekki sogast í sama umhyggjaskapinu og alltaf Evrópa hefur sogast í á síðustu 30 árum. Sem er bara allt spurningum, ríkisvaldið er allt blikjandi, íþyngjandi, kröfur út allt. Og allt í einu vaknar Evrópa upp við það að við sitjum bara eftir og Asía og Amerika komir langt fram úr okkur. Bara það sem er að gerast. Það er þessi miðju vinstri della sem hefur verið alls ráðandi. Allir miðjuflokka farið til vinstri þegar kostur á. Og þetta er bara, við erum að borga fyrir það í dag, Evrópumenn. Ég er búin að vera að fjalla það núna undanfarið að það hefur, þú sagðir þetta einhver tíma. Þú sagðir
og þegar ég var að útskýra fyrir þér svona mína afstöðu til Evrópusambandsins og ég var alltaf svona sammála þeim sem að síðasta ræðumann eins og sagt er og ég var búinn að vera þannig mjög lengi, bara þangað til fyrir ekkert svo löngu og þú sagðir að þegar við tækjum raunverulegar umræður Evrópusambandið þá myndi fólk alveg bara kjósa þetta út, bara ekki spurning. Já, allan í þessari mynd, sko. Já, og ég er búinn að vera með fólk sem er að vinna í gervigrindariðnaði og ýmsum öðrum iðnaði, búinn að spyrja þau út í Evrópusambandið. Það er allir bara, heyrðu, ef við förum í þetta þá erum við bara að fara niður í það svartnætt, ég ætla ekki að segja svartnætt, en þetta er samt, þeir eru á leiðinni á mjög vondan stað, alveg sama hvar drepið niður, hvort það snýr að menningamálum, núna eru náttúrulega miklir menningar árekstrar, við erum að sjá í Bretlandi að það var náttúrulega búið að reyna að hylja yfir nauðgunagengi múslima sem að höfðu bara haft brjálsa hendi á nauðgunum þúsunda stúlkna og tugþúsunda svo virðist, kom náttúrulega fram þannig í Rotherham og Oxfordshire fyrir 10 árum og þá ég las bók Douglas Murray þar sem hann fór yfir þetta meðal annars í fyrsta kaflanum sem hann fer yfir þessi mál og ég hugsaði þá að ef þetta var að gerast hann og var að komið upp á yfirborðið að þá hlyti að vera að gerast einhverstaðar annar staðar sem er komið á daginn. Þannig að Evrópa er að takast á við fleiri svona mál náttúrulega í öðrum löndum líka, svona þessa menningaárekstra og ég einhvern veginn bara skil ekki samhliða náttúrulega öllu reglubákninu sem að þeir eru að setja á laggirnar gagnvart iðnaðinum. Já, og öllu atvinnulífið. Við sem hefum bara nýsköpun og tæknifyrirtæki, þau bara eru annars staðar, sko. Og það er nú framtíðin, sko. Þannig að ég bara menn alltaf þarna inn, sko, þá bara verður þeim að góðu, sko. Að því þeir halda að fá lægri vexti, sko. Já. Það eru auðvitað engin vextir í ríkjum sem ekkert er að gerast í, sko. Ég sagði nú í gær á Twitter, ég sagði við og ég er búinn að reyna að koma þessu svolítið á dagskrá, sko. Við hækkuðum launin 10%, samhliða því að minnka vinnuframlag 10% til þess að takast á við 10% verðbólgu. Já. Og þetta er bara, og við gerðum þetta bara með opin augun og það er alls konar vitleysi í gangi, en þetta er svona vitleysa sem hefur verið allsráðandi í Evrópu mjög lengi. Þetta er orðið bara einhvern risabák sem er orðið bara svolítið fyrir sjálf sig og þannig er risabák til að setja reglur fyrir okkur, sko. Og menn er bara svo uppteknir því, við erum alltaf búið til betra samfélag, við erum alltaf að auka öryggi, við erum alltaf að gera eitthvað, allt í nú vaknaður upp við það að þeir eru að tapa samkeppninni. Og ef við töfum henni, hvað gerist þá, sko? Þetta verður svolítið til fyrir sjálfsig, svo öll kerfi út af þessi verða. En þetta er alveg verið hömlulaust núna í áratugi og ég held að með þess að menn í Evrópu sé að ranka úr rótinu, sko. En er það orðið á seint? Náum við því? Allir sem vilja taka eitthvað á þessu í Evrópu, þeir verða allir einhverju öfgamenn og fasistar og ég veit ekki hvað. Og það er óslega erfitt að eiga við þetta. En svo tekur maður eftir því sko, að því að maður tala svona hægri mennskuna, sko, í ungu fólki, sem ég verð mjög mikið var við. Sko, þó að VG og Píratar hafi, sko, fall á þingi, sko, þá er málflutningu þeirra aldrei verið meiri íslensku fjölmiðlum, heldur nákvæmlega núna. Og hvað er í gangi, sko? En gott og vel, það er bara frelsið gefur fjölmiðlum þetta, og ekki því að segja. Ég var að hlusta hérna á vikulókina sem aðeins mitt Þórhildur Sunna, Halla Gunnarsdóttir og einhver einni viðbót, ég man nú ekki hver það var, komu mitt til þess að ræða stjórnmálin og svona hvert stjórnmálin var að stefna. Ég hugsaði svona, þetta var held ég sko fyrsti þáttur eftir kosningar. Já. Það var fulltrúa frá flokkur sem engin kaus. Já. Rosalega skrítið, en kannski svona til að meta vinstri. Hvar metið þú vinstri í dag, sko? Er vinstri að fara birtast okkur í annari mynd, er það að fara að verða nákvæmlega saman nema bara á svona þeim vinstri væng sem við erum með í dag, Samfylkingin? Samfylkingin hefur auðvitað fjarlægst vinstri svolítið. Svona róttaka vinstri. En ég meina þetta róttaka vinstri, þetta vinstri er eiginlega bara fyrst og fremst stundað einhvern aktivistahópum sem eru hér allan bæ, sko. Er hér í mótmælum og upplöpum og eitthvað svona og þessu fjármagnaða skakkriðendum en þetta þar liggur þessi pólitík.
fólki í landinu kýstir ekki, sko. Þetta eru mjög háværir hópar út allt. Sama fólki í öllum hópunum, sko. Mann halda þessi svo fjölmennt, sko. Svo hef ég líka bara að tala við fjölmiðlamenn og þeir segja bara að þetta fólk er líka hamast í þeim allan daginn, sko. Það er fyrirsögnin sé röng og þetta sé að gerast hérna og það þarf að koma með kameramann hingað og... En þetta nú allt saman hluti af frelsinu líka, þó þessi kannski ekki hluti af frelsinu að skakkreiðendur eða fjármagna þetta. En þetta hefur grassir eitthvað svona hóp. Þetta hefur verið svolítið bundið auðvitað við, sko, svona listamenningarlífið, háskólana, sko, eða Háskóla Íslands kannski helst, og eitthvað svona baráttu hópa, einhverju minni hluta, fyrir einhverju minni, þetta er allt í hóp, þetta er hóphyggju fólk mikið. Það er oftast minni hluta hópar sem að biðja ekki eins og að hafa þessa forsvarsmenn, sko. Já, og þetta er þetta verður yfirtekið svolítið í pólitísku tilgangi allt saman. Fá svo rödd í gegnum svona félög. Sér þetta í Landvernd og Samtökin 78, sem er sko byltinga sinna vinstri hóp innan sinna raða og eitthvað svona, sko. Allt hattar þetta kapitalisma, svo markaðskerfi og einstaklingsfrelsi. Og þessi rödd er bara, fær óbóðslega mikið hljómgrunn alltaf, sko. Eða svo fær sko mikrofón út allt, sko. Og en ég held að ungt fólk bara sé búið að sjá gegnum þetta og nenni þessu rugli ekki lengur, sko. Nei, ég hef nú oft fjallað að náttúrulega þessir hópar eru náttúrulega fórnarlömb þess að vera pólitísk barefli þeirra sem eru að reyna að ná fram ákveðna efnahagsstjórn og reyna að gera sig gildandi í umræðum að niðurgreiða eigin volæði, sko. Og þá náttúrulega bara hentugt að hafa ýmsa hópa sem að þau telja í trúum að hafa það mjög vont og þau þá að vera í samfloti í því að reyna að koma að einhverju marxísku hagkerfi hérna, sko. Já, þetta er bara sumir þessi hópar þetta þannig að þetta er bara, veist, eðlileg barátta fyrir einhverjum hagsmunum, skilurðu, en þau eru alltaf yfirtekið svolítið í pólitísku tilgangi, sko. Því markmiðið er gott, sko. Barátta þeirra fara út af hljóngun í samfélaginu, skilurðu, menn finna til með þessum hópum og síðan bara verður það af pólitísku afli og mjög bara áberandi í því, sko. Þannig að þetta er svona svipað eins og bara heimdallur færi alltaf bara einhver svona færi að stunda svona eitthvað baráttu fyrir fólk sem er brattan að sækja einhver staðar. En væri bara alltaf sinni pólitík samt, sko. En þetta finnst mér mjög áberandi og hefur verið áberandi mjög lengi. Ekki við því að segja svo sem. Nei, en við höfum svo sem talað það marg oft líka, sko. Mér langar aðeins að við breytum aðeins til og við förum í aðeins svona heimspekilegri gír og við höfum svo oft talað það svona hvernig vinstrið hefur verið og við kannski örugglega munum leita að það lendur aftur seinna núna í dag. En sem mér langar að eru 3 grundvallar spurningar. Sko, af hverju er gott að búa á Íslandi? Af hverju varð gott að búa á Íslandi? Og af hverju var gott að búa á Íslandi? Síðasta spurningin er eitthvað sem við munum þurfa óumflýjanlega að svara. Við erum ekki að fara að svara hann í hérna í dag, en það er svona gott að hafa hann í huga þegar við veltum því fyrir okkur á einn daginn að þá munu Íslendingar standa frammi fyrir þeirri spurningu af hverju var gott að búa á Íslandi. Það er bara í eðli tímans að við munum þurfa að spyrja þeirra spurningar. Þess vegna langar mig líka að spyrja af hverju er gott að búa á Íslandi og hvernig varð gott að búa á Íslandi. Hver eru svona fyrstu hugleiðingar sem kom upp í hugan þegar ég velti þessu fram? Já, sko, lífsbaráttan á Íslandi var mjög erfið, mjög lengi, langt fram á síðustu öld, sko. Sko, þetta var auðvitað bara þjóð í höftum, var í endalausum höftum. Við höfðum ekki burði til eins, við vorum líka svo fámenn. En auðlindina voru út allt. Og ég var alltaf að rifja upp að því að með svona sögulítið við stjórnmálasögunum daginn, sko, var að rifja þá tíma þegar ég er barn að þá var auðvitað bara sjávarútvegur, það var ekkert annað sem aflaði gjaldeyri, sko, það var bara ekkert að gerast í þessu landi, nema við veitum hann að fisk og við seldum hann. Það var ekkert að gerast. Og þá erum við komið, sko, fram í 1960. Þá er þessi fræga viðreisnarstjórn, það sem menn ákveði, heyrðu, nú þurfum við að fara að virkja þessa orku sem við eigum hér út allt.
og reyna að finna einhvern kaupanda sko. Og þá var koma hér sko, svissneskt álver sko. Á þeim tíma kunnum við ekki eins og virkja sko. En við sendum hér verkfræðinga til náms í Sviss, íslenska, hann segði útinga gert allt saman. Lætin kringum þessa virkjun og lætin kringum álverið var alveg ótrúlegt á þessum tíma. Allur vinstri hluti þjóðarinnar með Framsókn sko, barðist á hæl og nakk gegn þessu, allir að selja landið útlendum auðhringjum. Öll saman umræðanir í dag sko. Þetta var algjörlega brjáluð og menn börðust á hæl og nakk og við vorum að eyðileggja landið með þessari Búrfellsvirkjun og þetta var alveg sama orðræðin og verið í dag. En þetta var svakalt mikilvægt fyrir framtíð Íslands að fara í þetta verkefni. Fyrst að læra að gera virkjun, sko. Læra að virkja og geta selt þessa orku alvöru fyrirtækjum. Gjör breytti og ég hef ekki viljað hugsa það hugsundur enda því að skömmu síðar hverfu síldin svo svakalt áfallur íslenska samfélag að þá var komið þetta álver sko, sem gæti aflað einhver gjaldeyri sko. Þannig að veist, þetta ekkert sjálfgefið, fámenn þjóð, það ekkert sjálfgefið að það yrði ykkur álveru. En þessum tíma var ríkið allstaðar. Það rak lyfjaverslun, það rak viðtækjaverslun, það rak allt og þetta ríkisútvarp og áfengissölu og allt saman. Ríkið var allstaðar. Og menn byrja svona einhvern veginn að reyna að losa þessum árum höftin og álverið var einn möguleika því að losa bara þessi miklu gjaldeyrissoft aðeins vegna þess að við fengum gjaldeyri. Þetta var óbúslega mikilvægt og þannig breytist íslenskt samfélag. Þarna byrjar fyrsta breytingin í raun og veru í þessari viðreisnarstjórn. Við komumst aðeins í nútíman og menn gátu hætt að hafa skömmtunum með eins og var það leyti sem ég fæðist. Og þannig verður mikla breyting sko. Síðan eru við miklu stöðnunartíðanbili frá 1970 til 1990. Bara miklu stöðnunartíðanbili. Þetta var bara óðaverðbólga, höfrungarhlaup, millifærslu kerfi út allt. Bara almenn stöðnun. Íslensk samfélag fer ekki nútíma fyrir eftir 1991. Það gerist auðvitað með viðskiptafrelsi. Og einn þáttur í því var auðvitað EES-samningurinn. Við nútímabættum samfélagið, settum stjórnsýslulög, upplýsingalög, umboðsmann alþingis, allt bara nútímavætt. Og svo bara verður ofboðsleg mikil þróun allan 10. áratuginn. Við náðum að greiða niður allar skuldir ríkisins á þessum tíma. Sko. Fram yfir 2000. Greiddu hann bara niður. Allt í einu komum bara með samfélag sem var sjálfbært, við nýttum orkuna, settum Kárahnjúkavirkjun, kannski mann slætt, þú kannski verið algjört baby þá. Ég man eftir þessu. Já, það var gífurlega læti við Kárahnjúkavirkjun. Gífurlega læti. Og það var að selja auðvaldsyngjum heimsins og allt það. En þetta hefur gert okkur að alvöru velferðarsamfélag. Þetta gerist bara þessum árum. Og mín kynslóð og næst og eftir var bara þannig að allir sem vildu vinna gátu fengið vinnu. Óbúslega mikið bara fyrir sálatildu þjóðar sko. Og þetta var bara það er þetta sem gerist að við förum að nýta auðlindirnar, aukið viðskiptafrelsi, allt stefna Sjálfstæðisflokksins sem gerði þessa þjóð að þeirri þjóð sem hún er í dag. Þrátt fyrir að var barið á okkur allan tíman vinstri öflin algjörlega brjáluð og Framsóknarflokkurinn gaf lítið eftir, það var afturhald dauðans. Alveg þangað til Halldór Ásgrímsson kemur inn í annan flokk. Afturhald dauðans. En við unnum baráttuna. Og þannig horfi ég bara á þetta. Af hverju eru við núna svona? Hvað gerðist? Núna eru það að tapa baráttunni. Nú höfum við svolítið tapað baráttunni og nú eru menn svona, við erum svolítið að fara í þessa átt sem Evrópa er búin að vera í 30 ár. Eitthvað miðjumót til vinstri, það sem menn telja að ríkisvaldið þurfa að passa allt, það þarf að auka eftirlit á öllu, það þarf að hafa strangari reglur, því við ætlum að vera svo flott. Svo tekur þetta kannski 30 ára að fá til bækið, sko. En ég meina, þannig horfi ég á þetta. En auðvitað er ekkert kerfið fullkomið og en ég segi samt alltaf, sko, veist, það
fylgir ákveði vesen frelsir alltaf. Einhver kann ekki að fara með það, einhver svindlar, einhver svíkur, það bara hluti af tilverunni. Sko. En ef þú ætlar að koma vekk fyrir allt og setja meira í þingindi reglur, sem koma vekk fyrir eitthvað getur komið upp á, sko. Og enda með því að bara borgið sér enginn fara út úr húsi, þannig skilur eitthvað gest, sko. Og veist, þetta gengur bara ekki svona fyrir sig. Við verðum að nýta okkar auðlindir, við verðum að tryggja eignarréttindin, við verðum að tryggja svolítið atvinnufrelsið, gefa mönnum svolítið lausan tauminn, en búa til eitthvað umhverfið þannig að það sé svona jafnræðis á milli allra í svona business eða tækifærum. Þetta einfalt. Þetta frekar einfalt. Ég búin að vera að fylgjast með Pierre Poilievre í Kanada. Ertu þú komin að skoða hann? Íhaldsmanninn? Já, hann kemur bara okkur alþýðu fjölskyldu, sko. Já, og hann einmitt að segja bara, þetta þýðist nú ekki vel á íslensku að gera svona almenna vitneskju eða common sense common again. Já. Og ég mjög hrifinn af því sem hann að segja, því að hann búin að vera að gagnrýna peningaprentun og að fólk hafiði það almennt gott ef það sýndi dugnað og elju í sínu starfi, en núna væri einhvern veginn verið að niðurgreiða allt og sólunda fjö, bara alls konar vitleysu og Justin Trudeau náttúrulega búin að segja af sér. Já. Algjört hrun hjá hún. Algjört hrun, mjög áhugaverðir tímar og hann svona, ég held að hann sko verði ekki til í tómarúmi, heldur sé þetta þróun af fleira sem að gerast í heiminum, það sem að rosaleg, já, ég ætla að segja, sko, út af því að fólk að tala bakslagið, en ég, sko, þegar fólk talar bakslagið þá þetta bara svona einhver hugmyndafræðilegur ágreiningur og ef að þú ert ekki einhvern veginn að sigra svona á pólitísku vettvangi að þá það allt í einu orðið eitthvað svona bakslag og rosalegt áhyggjefni. En þegar að menn eins og hann búin að vera að segja, heyrðu, nei, ég held bara að sé algjör vitleysa að við séum bara að fara að niðurgreiða tilvist allra og að velmeðun sé sköpuð úr því að vorkenna fólki. Þá það orðið sjálfkrafa vont, en ég meina þetta sko, og ég hef nú oft fjallað þetta, þú varst að tala síldina áðan, ég tala Siglufjörð og fleira, maður hefur verið að skoða gömul myndbönd, björgunin við Látrabjarg og fleira, það sem bara menn voru að vinna við sko, svakalegar aðstæður að maður einhvern veginn veltir í fyrir bara, þú gæti maður tekist á þessar aðstæður og rosalega erfið tilvist svona í alla staði, en aftur á móti þá út af því ég var að velta þessum spurningum upp í byrjun, að þetta náttúrulega það fólk sem að bjóð til það svona undirstöður sem ástæður þess að við búum við þá velmeðun sem við búum við í dag. Og ég hugsa oft, sko, til dæmis bara að við tökum kulnun sem dæmi, sem núna 20% af opinbera starfsmanna á sumum sviðum að glíma við. Af öllum, sko, opinbera starfsmanna af öllum. Já, og ég velti fyrir mér, ef að kulnun hefði verið fyrirbæri á þessum tíma, byggjum við sömu velmeðun í dag og við gerum í dag. Kulnun var bara ekki boðið á þeim tíma. Það var bara ekki hægt. Þú ættir að hafa fyrir lífsbjörginni. En það sem fólk, og ég mænti því ég var að byrja að vinna svona og fylgjast með pólitík á 8. áratugnum, akkur voru svona mikið alþýðu fólki sjálfstæðisfólk, bara leigubílstjórar, fólki sem bara alþýðu fólk, sko. Akkur tók sósíalismi ekki bara yfir eins og við annars staðar. Það var vegna þess að menn, það sem skipti máli fyrir fólk var að hafa vinnu. Styttingu vinnuvikuna þá var? Nei, þeir voru ekki að ræða styttingu vinnu og þeir tóku alla auka vinnu sem var í boði. Þetta var hugarfar þess tíma og þeir töldu það að stefna Sjálfstæðisflokknum væri best þess fallin að hér væri næg vinna. Þess vegna voru menn í Sjálfstæðisflokknum. Og þess vegna var þessi frasi til stétt með stétt. Þetta við vorum öll saman í að búa til samfélag sem væri einhver drifkraftur og allir getur fengið að njóta sín. Allir getur að fengið vinnu, unni sig upp og svo framvegis. Með dugnaði. Og þess vegna varð stefna Sjálfstæðisflokksins ofan á lýðveldistímanum. Og þess vegna þróust í þessa. Þetta var mikil glíma alltaf við verklæðishreyfingar, því hún var náttúrulega bara í pólitík, beitti því í pólitík og það fyrir að vera ábændi núna aftur. Hvernig verklæðishreyfingin hún farin að fara í sama farinu sem var hér bara á kreppunni og upphæði lýðveldisins, sko. Beita sér í þessu og
og það svo menn í nafni einhver svona réttlæti sér alltaf að draga úr krafti atvinnulífsins. Það er alltaf setja einhverja hömlur, setja eitthvað svona, eitthvað vesin, einhverja girðingar og menn halda það til dæmis núna að fara að hækka auðlindagjöld. Við ætlum ekki að hækka skatt á almenning. Það breiður bökin og við ætlum að setja hækka auðlindagjöldin. Og það er gaman að skoða stefnur í sigur ríkisstjórnarinnar, sko. Auka verðmætasköpun, sko, og draga úr laga ríkisreksturinn, það er markmiðin. Svo ferðu í alla liðina, allir bendið þess að menn auka útgjöldin. Allir, það á að taka bæta í listur og menningu, það á að fjölga lögreglumönnum, það á að hækka almannatryggingarnar og allt. Og sama tíma er megi markmið að laga taka til ríkisreksturinn og auka verðmætasköpun með því að hækka gjöldin. Ekki bara komugjöld, heldur líka rukka náttúrulega ferðamannastaði og já, ok, og hvað áhrif getur það haft á ferðamannina sem er mjög viðkvæm greinu í samkeppni við Noreg og öll þessi löndina kringum okkur? Munum við bara tapa baráttunni? Hvað gerist þá? Minnka bara tekjurnar. Menn er ekkert að horfa á þetta. Menn horfa alltaf bara út frá einhverju réttlæti. Þetta er landið mitt og mér að menn er bara að borga fyrir þetta. Allt eðlilega sjónarmið í sjálfu sér, sko, og kjömbjöð. En þá verður alltaf, þegar þú ert að fara í svona aðgerð, hvað eru aðrir að gera? Hefur þetta áhrif á samkeppnina? Eru kannski bara að tapa á þessari skattlagningu? Undir vissum kringumstæðum gæti þetta verið í lagi, en menn þurfum að byrja á að skoða þetta. Alveg eins og með sjávarútveginn. Nú er svona, má segja, skattlagningin á veiðum úr sjó, sko, séu svona tæplega 60% sem fyrir ríkið tekur, sko. Til sýnist. Nú vilja menn hækka það meira. Það er réttlætið að við fáum bara arðinn af auðlindinni okkar. Ok, hvað áhrif mun þetta hafa? Við erum í samkeppni hér út allan trissur. Hvað áhrif hefur þetta á fjárfestingar í greininni? Við getum fjármagna heilbrigðiskerfið til þess fjármagn sem þau þurfa. Fjármagna innviðina. Sko, við erum búin að auka gífurlega miklu fjármagn í allt heilbrigðiskerfi, menntakerfi og allt þetta dótari. Allt saman. Breytir engu. Ég held að við þurfum auðvitað, ef menn ætla að gera eitthvað viti í þessu með ríkisrestur, þá þurfum fyrstulega að sagt það áður, bara að fara fyrst að ákveða hvað á ríki að sjáum og það er mennum komin að þeirri niðurstu, hvernig getum við einfaldað þetta og gert þetta skilvirkara og gert meira gagn í þessu. Fá hagræðinga keisara, eins og Dag B, sem hefur reynst af því að ráða ekki inn í ónauðsynleg störf. Já, menn sögðu þetta allt í einu. Nú ætlaði að hætta að ráða í ónauðsynleg störf og ég verið að horfa á hvernig Reykjavíkurborg hefur þanist út í stjórnkerfi hennar. Aukin umsvif ríkisins er fyrst og fremst fjölgun starfsmanna í heilbrigðiskerfi og menntakerfi. Þú veist, sem endöldu nauðsynlegt, allt í lagi með það, og fjölgun þjóðarinnar, mjög skililegt. En það á ekki við Reykjavíkurborg, það er þetta allt einhvern veginn í yfirbyggingunni, fjölgunin. Mikil munur á því. Nei, en ég meina, ef menn horfa á þetta, að því við erum að tala um Evrópusambandið áðan, þá er eiginlega bara ein þjóð sem hefur farið upp á við í Evrópusambandinu, auðvitað allar aðrar. Það eru Írar. Af hverju gerðu þau það? 12,5% fyrirtækjaskattur. Fyrirtækjaskattur. Fyrirtæki bara fóru þangað. Hvað gerðist? Jú, ríkissjóður búið að greiða henni allar skuldir og er eina land í Evrópusambandinu sem er svona upp á við. Og og að því að menn bara mátu það, hvernig hvað borgar sig í skattlagningu. Sumir bara halda það að þú getur auðvitað tekið ríkissjóðs í 1 ár, árið sem þú hækka skattan. Þú tekur bara allt meira inn úr atvinnulífinu. En hvað afleiðingar hefur það? Menn velta því heldur fyrst. Þetta bara sé einhver fasti, hvað tökum við mikið úr honum? Þetta mun, heildarskattlagning okkur er bara í hæstu hæðum, þú tekur allt saman. Gjöld, álagjöld hér og þar og svo skattar. Tryggingagjöld. Alls konar gjöld,
Ég nefnilega hef ótrúlega oft pælt í þessu sko, er þetta að færa rauk fyrir því að það sé kannski ekki áhugjefni út af því að það er hérna lítið atvinnuleysi á Íslandi, en ég aftur á móti hef svona haldið svolítið fram að það er náttúrulega pínu áhugjefni að opinberir starfsmenn, og nú tala ég sem opinberir starfsmaður, séu að leiða launaþróun út af því að það er þá erum við svolítið að elta skottið að sjálfum okkur. Já, við erum byrjuð að því, við erum aftur komin í tímabili frá 70-90. Já, en það sem að ég hef svona pínu áhyggjur af er að út af því að núna er ég í sjálfstæðum rekstri með þetta og það er bara sko mjög óhagkvæmt að fá aðstoð utanaðkomandi. Því að núna er fjármagn ekki mikið en ég þarf aðstoð. Það er rosalega sko mikið, sko ekki, ég er ekkert ósáttur við að greiða öðrum pening. Það sem ég kannski finnst erfiðara er að ef ég fæ einhvern inn á launum að þá er bara ótrúlega há fjárupphæð sem ég þarf að borga til viðbótar sem er bara í einhvers konar alls konar gjöld og ég hef oft pælt í þessu, sko ekki út frá mínum rekstur, þegar ég kemst hjá þessu enn sem komið er, en ef að fólk er svona í litlum sprotafyrirtækja rekstri eða í einhvers konar nýsköpunarrekstri að þá er það bara stór ákvörðun að ráða inn eina mannesku á svona tiltölulega lágum eða meðallágum launum. Sko hvers konar, og þá veltir maður líka fyrir sér, ok, ef að fyrirtæki er að standa fyrir þessar ákvörðun í hvert eina skipti sem við ætla að reyna að fá einhvers konar viðbótar starfskrafturinn býr líka við þær aðstæður, hann getur bara farið þá frekar að vinna hjá hann opinbera og það er bara ekkert mál og þá er þetta fjármagn náttúrulega bara með skuldarsöfnun. Já, nei sko sum fyrirtæki og sérstaklega nýsköpunarfyrirtæki snúast bara fólki sem vinnur þar. Það er lítil yfirbygging. Það snýst allt fólkið og hver einn starfsmaður skiptir verulega miklu máli. En þú er skatlaður svo rosalega fyrir hver starfsmann. Tryggingagjaldið er svo hátt. Svo erfitt að hafa fólki í vinnu og þetta held ég getur verið mjög hamlandi fyrir svona ákveðin tegundur fyrirtækjum. Og mörg fyrirtæki bara að fara að gera það bara þannig að menn allir einhvers konar verktakar sko. Já, ég menna, ég borga bara, ef ég hef verið að greiða fyrir einhverju þjónustu, þá hef ég bara verið að borga verktakarlaun. Mér langar alveg að gera hitt, ég er alveg til í það, en það bara er svo óarbært að ég bara get ekki einu svona hugsað mér. Já, ég held að þróun verði bara þannig á öllu óbreyttu og það verður bara hver sinn atvinnurekandi, náðast í hverju nema hjá ríkinu. Já. En ég menna, ríkið bara svo umsviða mikið og stóri eiginlega vandamáli með opinbera vinnumarkaðin er það að gilda sérstök lög sem er algjörlega úrelt, réttind og skyldur opinbera starfsmanna. Engum taktin eitt veruleika. Bara það að losa sig veitn húsvörði í einhverjum dómstóli eða einhverju stofnun, það er bara meira átt að mál. Það fyrir að segja bara mannin upp að því þú getur ekki unnið starf, þú kannt það ekki og þú mætir ekki og nei, það er ekki hægt. Það er bara að fara í einhverja svona fiffiri, leggja niður stöður, að fara í skipulagsbreytingar og eitthvað svona óheyrlegu kostnaður og fyrirhöfn. Þessi lög er ekkert að gilda alla menn sem þetta er bara ekkert öðruvísi að vinna í ríkinu í þessu stöðum eins og að vinna á almenna markaðinum og bara gilda sömu reglur þetta. En það hefur aldrei tekist. Allar hugmyndur að breyta þessu lögum rétt og skyldur opinberra starfsmanna og samræma það bara almennu vinnumarkaði, það hefur aldrei tekist. Það er allt vitlaust. Engin stjórnmálamaður haft kjark í það að gera þetta. Allir vita þetta, að þarf að gera þetta. Engin hefur þorað það. Að því það er erfitt fyrir það pólitískt. Rífið bara plásturinn af, gerið þetta og farið svo bara að gera eitthvað annað, segið þá stjórnmálamenn. Því enginn mun snúa tilbaka ef þið náðu að gera það. Þetta er engum í hug. En núna þá, og ég er sammálaður að hluta að Bjarni hafi verið of kjarklaus til þess að takast á við þennan veruleika. Það er bara aldrei pólitískan grundvöll fyrir því í þessu ríkisstjórn. Nei. Ég sagði það einhvers staðar í þætti, það var þrennt sem ég sagði við Bjarna sem ég hefði áhyggjur af til framtíðar, ef við ætlum að ná okkur árangri að þetta breyta lögunum sétta fyrir á vinnudeilur, þetta breyta lögunum rétt og skyldur opinberra starfsmanna og það þyrfti að taka til í þessu sjálfstæðu úrskurðarnefnd
sem þú bara afsala sem stjórnmálin búin að afsala völdum verulega hagsmuni þjóðarinnar í hendur fólk sem hefur ekkert umboð. Ef menn ná ekki tökum á þessu, þá verður þetta ofslega erfitt. Og það hefur þetta reynst þannig. Já. Sko, telurðu þá, förum aðeins aftur yfir þitt formannsframboð. Sko, þú telur þér náttúrulega að vera best í þess fallin til þess að leiða flokkinn. En hvað er það núna sem að Sjálfstæðisflokkurinn þarf að gera? Þið eru svo skrítinni stöðu, sko. Það er hægringsveifla í heiminum. Þið virðist ekki geta greipið þann boltan. Nei. Hafi verið stjórn í mjög langan tíma, þú ert með þessi umkvörtunarefni og fórst í Bjarna og fleira. Af hverju er Sjálfstæðisflokkurinn svona lélegur? Já, hann bara býr við breyttar aðstæður. Hann býr við það að við höfum ekki getað náð að halda utan hópinn. Hann býr við þær aðstæður. Það er öllum hægri mönnum gengur vel alls staðar annars staðar. Já, en það eru bara menn sem eru farin að kroppa í þessa stefnu og stofna aðra flokka. Ég meina, Viðreisn verður til að megna til úr óanæðu sjálfstæðismönnum. Óanæðu sjálfstæðismenn farið í Miðflokkinn. Þetta er bara einhver veruleiki sem stendur frammi fyrir. Og við getum kennt okkur sjálfum þetta skulle gerast. Við höfum ekki náð að halda þessum hópi saman. Svo geta menn deilt það hver nákvæmlega skýringar á því. En nú er bara þannig að það er bara af kjósendum Viðreisnar, hún gerði könnun það voru 16% sem höfðu kosið Sjálfstæðisflokkinn áður. Eitthvað svipað hjá Miðflokknum. Og ég segi, það sem ég alltaf horfði á bara Sjálfstæðisflokkur væri svona frjálslindur íhaldsflokkur. Þannig að segja frjálslindur því leyti að frelsi einstaklings var í háu upphafður, atvinnufrelsi, eignarréttur og svo framvegis. Og svo væri sterk svona íhaldsleg gildi eins og vernd tungunnar og menningararlegur og svo framvegis. Góð gildi bara. Eins og þjóðinni er mjög mikið í og sammála okkur. Við höfum ekki náðum ekki tökum á hvorugu, sko. Einhvern veginn segja menn sem eru svona telja sig frjálslinda, já, ég á meiri samlið þetta bara með Viðreisn. Ég segi, hvað er frjálslind þar, sko, en allt í lagi. Og svo koma svona þjóðlegu íhaldsmennirnir og segja, ég bara er nær Miðflokknum, sko. Eftir stöndum við bara svona einhver hól skel. Ég bara segi, sko, ég vil bara sjá bara eins og til sem er að gerast í Kanada, bara frjálslindur íhaldsflokkur, leggur áherslu á þessi atriði og mér finnst bara að vera einn flokkur sem getur tekið það að sér og það eru við. Vandamálið er að kjósendur bara ekki alveg sammála mér. Og Þið hljótið nú að vera sóknartækifæri núna. Ég held að það séu gífurleg sóknartækifæri og þá skiptir máli hver er næsti formaður. Hvernig þingflokkurinn tekst til í stjórnarlandstöðu, er hann samstiltur? Beitir hann sér í þessum stefnumálum Sjálfstæðisflokksins sem höfða til mjög mikið ungu fólki. Flokkur fólksins nær bara eitthvað árangri að því að það er bara menna svona á mínum aldri og sem er að hætta að vinna. Þegar hann ætlar að hækka launin mínum bara 100% eða eitthvað, sko, eða 50%. Þá kýsi ég hann bara. En það gerist þess ekki þannig, sko. Það er ekki hægt, peningar ekki til. Hættið verði raunsæ kjósendur, góðir. Nei, menn eru það ekki. Það er bara hægt. Og svo kemur bara hún og segir, hún sagði, kostingabátti, ég fyrir sko ekki í ríkisstjórn, þetta er algjör forsenda, sko. Svo bara hún komið í ríkisstjórn, þá var þetta ekki bara forsenda, hún var bara forsenda ef ég kemist í 51%. Og svo er þessu rugli bara, þjóðinni boðið upp á þetta rugl og enginn segir neitt og það er ekki mikrofón framann í formann Flokks hættu þessu, ég er ekki tala þetta. Og menn, svo bara segja menn ekki neitt. Og menn, já, þetta er sko ríkisstjórnin okkar, bara hún er komið 50% fylgis ríkisstjórn, bara æðislega ríkisstjórn, þetta bara, þau ætla að taka til í ríkisstjórnum og þau ætla bara auka verðmæti. Ekkert það sem er gerast, ekkert. Við getum alveg lofaði því. Og við stöndum einhvern fram við þessu fólki, aldrei að bæta kjör okkar sem stöndum höllum fæti eitthvað svona. Kjörin ykkar sem standa höllum fæti mun ekki batna nema að verði auðvitað meiri verðmætasköpun. Og hún verður ekki með hærri skattlagningu, bara segja ykkur það strax, sko. Og en fólk tengir þetta ekkert endilega saman, sko. Nei. Þeir finnst bara Inga Sæll svo skemmtileg og eitthvað svona, og hún ætlar að bæta kjör mín og eitthvað svona. Sjálfstæðismenn hafa nú, ég tala nú það í þætti fyrir ekki svo löngu, sko, að sjálfstæðismenn hafa nú svolítið tekið þátt í því að svona Inga hefur fengið að vera svona smá súkkulaði
í pólitískri umræðu. Já, það bara því að veist, hún eins og hún og hún skemmtileg. Já, sér lítið og gólar og syngur og eitthvað svona, þannig að menn get ekki verið vondið við hana og en þetta þetta bara stórskaðlegt fyrir íslenska þjóð, sko, þessi hugmyndafræði. Þú talar nú það í einhverjum Facebook-pistlið daginn að þú hefur svolítið svona áhyggjur af því að þetta hafi að Flokkur fólksins væri með stefnu sem að myndi stórskaða samfélagi. En þá erum við náttúrulega með frjálslynda eða raunverulega frjálslynda íhaldsmenn í samfélkingu og Viðreisn sem að munu koma til með að vera aðhald í því. Já, ég rétt vona það, sko, ég meina ef þú horfir á Viðreisn þá þetta þeir alveg með alvöru ráðherra, veist, þetta alvöru fólk, veist, þetta ekki auðlar, sko. Og ég get alveg treyst þeim, sko, til margra góða verka. En sko, þú ert auðvitað með svona einhverja, og margir auðvitað í samfélkingu, þetta er ekki fólk sem ég bara blæs á. Nei, Kristrún algjör negla, Jóhann Páll líka. Já, ég meina veist, þetta er bara bara þessu illa með dag minn, en þau eru... Hann verður hagræðingakeisarinn. Já, ég held, sko, þetta verður þetta basl, sko, og svo hlutin fari ekki að ganga og þú ert með alla handan þingflokksfólksins. Ég var fyrir miklu vonbrigðum með þessa stefnuyfirlýsingu, en ég get alveg treyst Kristrún og einhverju Viðreisna fólki til þess að segja, heyrðu, við verðum að taka þetta sársaukafullar ákvarðanir, sko. Já. En munuðu hafa kjark til þess, ég hef ekkert viss það. Ég held að þau muni bara íta vandanum undan sér, eins og kannski við höfum gert að hluta. En að miklu stærri skala einhvern veginn, það muni bara íta þessu undan sér og þú heyrðir strax hvernig áður tóku við að tala á staða ríkissjóðs verður heldur reiknuðu með og eitthvað svona, sko. Allt undirbúningur og það að þau muni ekki ná árangri, sko. Og ég held að muni aldrei ná neinum árangri, en ég held svo opbáslega erfitt líka í svona 3 flokka stjórn. Og ég hefði bara vilja frá grjótharðri hægri stjórn að taka til þessu sem allir vita að þurfa að gera, en enginn þorði að gera og hefur ekki haft pólitískt afl til þess. Hefur til dæmis haft núna 2 flokka hægri stjórn, til dæmis, segjum Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn eða Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur, væri með alveg þokkalega meirhluta. Þá gætu þeir bara keyrt í gegn breytingar á lögum stéttarfélaga og vinnudeilur rétt og skyldur bara starfsmanna og teki bara þessar erfiðu ákvarðanir sem þarf að gera og vitandi það, mér sé bara það að hætta að reka smásöluverslun með áfengi að það muni enginn vilja snúa tilbaka þegar það er búið og gert. En það þarf óslega kjark til að gera þetta í byrjun. Þú fær mikil andmæli, þú fær læti, þú fær mótmæli, þú fær aðgerða sinna og allt saman, allt dótið. Standa keikir, klára þetta, að því þú veist átt að gera gagn fyrir land og þjóð til lengri tíma. Og en hvað þarf fleira að gera, svona almennt, ef við tölum eitthvað annað en bara efnahagsmálin, hvað annað er það sem að þessi ríkisstjórn þarf að takast á við? Já, hún þarf bara að þora bara hafa stjórn, hafa fullveldi, hafa stjórn á landamærum sínum. Og segja bara, heyrðu, þetta er íslensk samfélag, íslensk menning, ekkert fjölmenningarsamfélag. Við erum ekki að móti fjölbreytileika. Það með að vera alls konar öðru sem fólk. Þú fagnar fjölbreytileika. Já, en íslensk samfélag ekkert fjölmenning, þetta er íslensk menning, íslensk tunga, íslensk menningararfleifð. Þeir sem koma hingað þurfa aðlagast því. Við búum ekki til nýja menningu eða nýjan hópar með stóra hópar með allt aðra menningu. Það mun bara leiða til átaka og vesinn eins og mangi sannir uppfulla. Ekki reyna að halda því hún verið öðruvísi í dag heldur hún hefur alltaf verið. En fjölbreytileikin, frelsi bara gerir fjölbreytileik. Ekkert að því. En þetta er íslensk samfélag. Okkar grunngildi ráða í löggjöf, í stjórnsýslu. Við erum ekkert aðlaga okkur annarri menningu. Það er nú annað sem er að gerast aðeins í Evrópu, þar sem að meðal annars breskir múslimar áleita sem múslima fyrst og breska síðan. Það er bara ekkert í boði. Þú ert komin hingað, sko. Ég nefnilega, sko, út af því að það líka hefur verið ótrúlega lengjannlegt og Kristoffer Hitchens talar nú oft þetta, sko, að þetta eigi að vera eitthvað svona feimnismál að ræða. En samt sem áður er þetta, sko, gríðarstórt
málefni í Mið-Austurlöndum meðal annars sko. Að tala svona mál og bara fólk í Sameinuðu arabísku furstadæmunum og í Sádi-Arabíu eru bara að vara af Evrópu við, bara þið þurfið að taka á þessum málum út af því annars eru þið bara komnir í ógangur. En hérna er þetta, já, nei, þetta nú bara rasismi sko, að vera eitthvað að tala menningarleg afbrigði sem að fara á skjön við það sem okkur telst vera eðlilegt. Já, og grundvöldum löggjafar okkar líka sko. Já, og þú veist, núna er bara, þú veist, eins og í Kanada þá er svona, já, það er nú kannski að koma til álita að þurfa að vera einhvers konar svona sér löggjafadómstólar fyrir heiðurstengt mál og fleira, og maður er bara Trúdó var allir í þessu sko, allir röglinu sko, og allt í einu bara fatt að þjóðin það, við erum bara komin í allir drugg með þetta. En ég bara benda á þetta, held ég bara ykkur fyrstu þáttum okkar sko, með sama áframhaldi þetta endar þetta í borgarastríði með öllu þessu löndum sko, þegar fjöldin eru nógu stór til þess. En mér sýnist menn vera aðeins að rakna úr rotinu, en ég óttast að það sé bara allt og seint. Þú er búin að búa til vandamál sem er óleysanlegt. Já, þetta er orðið ótrúlega skrítið, ég meina eins og í Svíþjóð þá er gert ráð fyrir því að múslimar verði 30,7% kringum ára 2050. Hvað heldur það breytist? Það er, sko, og óháð því hvað fólki finnst það, þá er það risastór menningaleg breyta þegar að kjósendur eru svona margir sem eru með öðruvísi hugmyndir það hvernig reka samfélag. Við einhvern veginn bara, já, nei, þetta er nú ekkert mál. Og hér á Íslandi... Þetta er fjölmenning. Og hér á Íslandi að þá, sko, erum við náttúrulega við erum ekki að díla við þetta vandamál eins og Evrópa, en aftur á móti sem ég hef nú fjallað aðeins er að ef við rekum sömu stefnu í sambandi við það hversu mikið af fólki við erum að taka við, að þá verða Íslendingar, það er að segja, ef við tökum sömu stefnu og hefur verið undanfarin ár, að þá verður Íslendingar minnihluti eftir 10 til 16 ár. Óháð því þá fjölgunatíðinni líka erlendra aðila sem að eignast börn, og þá er ég að telja þá sem Íslendingar sko. En ef við erum að fá jafn mikið af fólki inn, að þá verður við minnihluti eftir 10 til 16 ár. Það er bara svona alveg óháð því hvað fólki finnst það, þá er það áhugavert. Sko, ég held að mangi sagði sé mjög góð lesting fyrir þetta alls saman sko, þó að fyrir mikið nema 500 ára aftur tíma, það að Ferdinand og Isabella á Spáni sögðu bara einfalda við múslima annarkvort verið þið kristnir eða farið. Það er bara þannig. Það verður ekkit svona tvær þjóðir í þessu landi. Ég meina, það munar litlu bara í gamla daga 400 ára fyrir Krist sko, upphafi vestrænar menningar. Að Persar tæki bara Grikkland sko. Þá hefur það gerst, hefur bara Evróborgarstjórið allt öðruvísi sko. Þannig að við erum auðvitað bara að velta þessu fyrir okkur sko, getur, ef við bara setjum þetta smærri einingu, bara innan fjölskyldu sko, geta menn búið saman í einu fjölskyldu með gjör ólík lífsgildi sem eru ósamræmilega mörgu leyti. Hvernig skuli bregðast við einhverjum hlutum, réttindi kynjana, bara mannréttindi almennt, jafnræði og svo framvegis. Við erum einhverja vestræna menningu, við byggjum á því, svo kemur bara annað menningarsamfélag inn í okkar samfélag, gott og vel, fínt, gott, en þú ætlar bara að halda samt þínu, sko, innan okkar, því við veitum nú frelsi til þess, sko. En það hefur afleiðingar, hvort sem okkur líkar betur að vera. Það er engin rasismi í því, þetta er bara að vera að segja hvernig veruleikin er. Ég er ekki að segja að við séum betri þegar það er svoleiðis. Ég er bara að segja, þetta er íslensk samfélag, íslensk tunga, íslensk menning. Gott vel, komið þið hingað, viljið koma hingað. Banna engum að koma hérna. En þetta eru hér, svona eru lögin hér, þetta er byggt á þessu. Íslensk tunga er hér. Þú ert ekki rétt á því að fá að læra á þínum móðumáli eða fá bara nýtt samfélag inn í okkar. Guðmundur Ari talaði það að við ættum að koma til móts við hópa sem að vera með erlent tungumál og ættum bara, ef það væri hægt, að kenna á 100 tungumálum. Þá eyðileggur íslensk samfélag. Þá verður þeir aldrei hluta íslensku samfélag. Þá verður þetta bara mörg samfélag í einu landi sem leiðir til átaka fyrir það síðar.
horfist ykkur sko, það er svo nútíð að maður getur bara ekkert horfst í augu við raunveruleikann, ekki við sögulega staðreyndir, ekki neitt. Við höldum að þetta verði bara allir verði vinur og allt verði gott og eitthvað svona. Mannkynsan er uppfulla, þetta er alltaf átök lífsgildi, hagsmuni og svo framvegis. Já, ég nefnilega hef verið að velta þessu rosalega mikið fyrir mér og ég hef búin að vera að tala við, já, ég hef reyndið að tala við hann var fyrsti viðmælandinn á ensku, hann heitir Paul Collier, skrifaði hérna Future of Capitalism, en nýlega bók sem hefur náð mjög mikið athygli sem heitir Exodus, það sem hann með að fjalla svona menningarlegu átök og það hvernig svona þróun á sér stað og þá var hann svona að horfa til framtíðar gagnvart Bretlandi. Þar sem að einmitt eins og hann nefnir að það eru sko, mjög stórir hlutar, mjög stór hluti múslima þar sem að telur að sharia eigi að vera ofar landslögunum. Það er bara ofar þeirra huga. Já, og sama hvað fólki finnst það per se að þá er það sko, eitthvað sem að náttúrulega gengur ekki til lengdar, eða sko annað verður það ofan á segi þegar að leiði til átaka. En hann með fjallar það að sko, tvær stórar breytur í því að taka á móti fólki sem kemur utan. Það er að fyrsta lagi er hversu stór hópurinn er. Það segja að ef ég og þú til dæmis myndum flytja til Sádi-Arabíu, þá myndum við kannski vera fljótir að aðlaga samfélaginu, en ef það væri 300.000 manna eða segjum 1500 manna Íslendingasamfélag, þá erum við ólíklegri til þess að aðlagast út af því að það eru svo margir eins og við sem að vera bara myndum bara byggja okkar kirkjur og hafa það gott inni í Sádi-Arabíu. Svo er líka hin breytan sem er menningarlegu munur. Það er að segja hversu mikið frábrugðin menning fólks er gagnvart þeirri menningu sem eru að koma til. Og þessar breytur að þegar þær eru báðar í ákveðnu hámarki, að þá leiðir þetta til ósjálfbærar þróunar og þú getur rauninni tekið á móti fleira fólki eftir því sem að samfélagið er líkara en færra fólki eftir því sem að menningarlegu munur er meiri. Og þetta finnst mér bara að sko, í eðlísinu sko, þegar maður segir þetta þá er þetta eitthvað svona að sjálfsögðu sko. Af hverju þarf einu svona að vera að taka þetta fram. Þetta er bara svo bersýnilegt. En þetta er aftur á móti spurning sem að Evrópa er ekki búin að spyrja sig. Ég myndi segja að við höfum ekki verið að búin að spyrja okkur en það hefur ekki haft sömu slæma afleiðingar út af því að demografían, svo ég fá að sletta, hefur verið allt öðruvísa fólkinu sem hefur verið að koma hingað. En ég skil ekki sko af hverju það hefur jafnvel þótt vera dónalegt. Christopher Hitchens, og ég nefni hann nú aftur, gagnrýndi einmitt sko að við erum alltaf að tala hérna samfélag þessa hópa eða þessara hópa alltaf hérna, já, samfélag þessara hópa þá sko vísar það til þess að það sé bæði dónalegt að vera utanaðkomandi og tala það en líka eins og að einhverjum svona samfélagslegir ágreiningar séu einkamál að sé til dæmis ef að þú kemur með þína fjölskyldu og það kemur upp eitthvað mál sem varðar við lög og þú myndir segja, nei, ég meina þetta er bara mín menning, svona tökum við á hlutina, að það var það sko að samfélag þíns hóps, þá var það einkamál ykkar sko. Já, nei, ég meina ef þú setur þig bara í spór sko, nú flytjum við saman, Þórarinn til Sádi-Arabíu. Það er hugmynd. Í staðfesti samvind, við erum par. Nei, segjum svo við séum ekkert par og við bara förum til Sádi-Arabíu. Við erum náttúrulega frábært par, en ok, halda áfram. Förum bara Sádi-Arabíu. Við reisum hér bara kirkju Jesú Krists. Það er bara hort á eins og verið geðveikur, sko. Og við ætlum að ganga bara á bikini, eins og við getum gert hér. Nei, þú getur það ekkert. Og þú raunverulega allars ekki til þess. Þú getur sjálft ykkar þína trú heimihafði, sko. Tala Jesú þar, en þú byggir ekkert kirkju og þú gengur ekki á bikini sko. Það er ekkert í samræmi við lög þeirra sko. Þannig að og við höfum ákveðin skilning á því, já, ég fer hérna sátt upp, menn sem hafa unnið, það fullt af málum unnið, þeir bara segja, þetta er bara reglur þeirra, börnun okkar í skóla hérna og ef þau eru ekki alþjóðlega skóla, það er bara venjulega skóla, þá eru bara sættið sig það að það er hérna talar Kóraninn og hann er bara hluta af kennslunni
og þú segir, það þýðir ekkert að bara blæðrið því, nei, ég bara annar trúar, ég ætla ekki að hlusta á þetta. Það er ekkert í boði, sko. Þú ert bara komin inn í okkar samfélag. Vertu velkomin, en svona eru regluna hjá okkur. Og það er það sem við erum að gera hér. Þetta er bara okkar samfélag svona, allir jafnir fyrir lögunum, engin menningar munur eitthvað svona, það er ekki, lögin ekki gildi þig að því að þú er bara annar menningu, hættum því algjörlega. Vertu velkomin, en svona er okkar samfélag. Já, ég hef hérna talað það að svo spenna sem að við erum að sjá í Evrópu og við erum að sjá aðeins dúkka upp hérna, það sem að ég hef pínu áhyggjur af út af því að núna er ég með unga muslimska stráka í hérna gymminu, ég er að kenna þeim, ég er með Kúrda, ég er með Sýrlendinga, ég er með Íran, ég er með fleiri alveg bara yndislegir og frábæri strákar og það sem ég hef áhyggjur af er sko að hatrið muni sko, ef við erum að sjá það sem er að gerast í Evrópu, að hatur muni þá beinast gegn þeim og ég hef verið rosalega mikið að fjalla með þetta því að sko, ef að við gerum eins og í Breitlandi þar sem að þeir bara reyna að ýta þessu vandamál undan sér, spyrja sig ekki engra erfiðra spurninga, að það mun það leiða til átaka og sko Erik Weinstein hefur fjallað þetta að sko mismunandi menningar geta verið á sama landsvæði ef að sko menning þín er ekki að keyra á öfugum vegarhelming við mig. Það er þetta sem að mér finnst rosalega mikilvægt að við tölum á Íslandi. Því að sko það eru mjög margir til mig sem hafa ásakað mig það hérna, nei þú ert að flytja inn hérna einhverju svona menningarátök frá Bandaríkjunum og Bretlandi og Evrópu og ég hugsa alltaf með mér bara hvernig er eiginlega upplýsinganeysla Íslendinga? Hvað sérðu á vísi.is? Hvað sérðu á RÚV? Erlenda fréttir nákvæmlega þessi mál. Það að vera einhvern veginn að ásaka mig það að reyna að svona, já, para þennan veruleika sem er að staði í Evrópu við okkar veruleika og hvort að við þurfum að spyrja okkar álitlegra spurninga er ekki innflutningur á einhverjum rasískum menningar átökum sem er að eiga þessi stað. Við erum öll inn á þessum, eða það eru allir, inn í þessu mengi upplýsinga frá erlendu ríkjum. Miklu meira núna heldur en hefur nokkuð tíma verið. Og þá er það einhvern veginn, nei, það má nú ekki vera að spyrja sig erfiðra spurninga heldur ætlum við bara einhvern veginn að vera börn gagnast þessu og bara vonast til að við náum að halda pottlokinu þrátt fyrir það að sko, hérna, við séum alltaf að hækka á helluborðinu. Ég næ ekki hvernig þetta gengur til lengdar og það sem að ég hef með fjallum og svo ég komi nú á punktinum er að sko, ef við myndum takast á við að bara útskýra fyrir fólki sem hingað kemur bara sjálfsögðu ertu velkominn og þú veist, þú mátt iðka þína trú og þú mátt vera eins og þú ert en ef það er einhver svona menningilega rákstar þá eru okkar hugmyndir ofan. Já, bara okkar lögin. Lögin, já, nákvæmlega lögin ekki hugmyndir en og svo hitt líka bara sem að reyndar ríkisstjórnin ætlar að fara í sem betur fer, sem að þið gáttuð ekki gert er að ef að það er einhverjir afbrotamenn að þá er bara fingraför þú ferð úr landi og þú kemur ekki aftur. Það myndi losa svo mikið að spennu ef að þessi 2 punktar eru gerðir. Já, ég er gaman að sjá þessi ríkisstjórn gera þetta sko. Á hverju gáttu þið ekki gera þetta? Það er að því að við höfum ekki pólitísk, við vorum í stjórn sko, með ákveðnu flokki og við vorum í stjórnarandstöðu sem var öll á móti sko, þá, samfylkingin og allir sko. Þannig að menn var átt að sjá því það var alltaf meirhluti fyrir þessum hugmyndum okkar rasistana sko og hérna, en ég held að svona smátt og smátt eru menn bara átt að sjá veruleikanum. Það þurfti að opna þessu umræðu, leið og stjórnmálamenn þoruð það, eins og Jón Þorði á sínum tíma, þá kemur bara almenningur kjölfæri og átt að sjá þessu og þorið að tjá sig sjálfur. Það verður til þess að samfylkingi breytir stefnu og Viðreisn líka í raun og veru og menn svona átt að sig betur á veruleikanum. En þetta er alltaf mjög pólitískt viðkvæmsamt og það skiptir máli hvernig hlutir eru gerðir. Þetta má ekki vera bara gert að einhverju andúð eða einhverju hatri eða neinu slíku og bara horfa á raunveruleikann. Við verðum að hafa stjórnarlandamærunum, við verðum að fá að ráða hverju koma hér inn. Það má bara ekki vera hver sem bara lendir, kemur inn. Við verðum að fá stjórna þessu, Það þýðir ekki það að það með ekki koma útlíkur til landsins sko.
fjölbreytileikin bara þátt fyrir allt mikilvægu, sko. En þú verður að hafa stjórn á þessu ástandi og við vorum þetta bara með skýrslur frá ríkislögreglustjóra bæði 2015, 2017, 2019 þar sem menn eru bara að segja okkur hvernig þróunir að verða og hvaða vandamáli farin að koma upp en það má ekki tala þetta bara falið, sko og menn vita þetta alveg og öllu óbreyttum menn bara vandinn aukast en stjórnmálmenn bara gátu ekki haft kjark horfast við það að því voru hræddir einhver myndi kalla á rasista. Þetta var sjónum innan sjálfstæðisflokksins líka með þessu sínum tíma. Máttu ekki tala þetta. Það var allt einhver rasismi, sko. Þannig að sjálfstæðisflokkurinn heldur ekki stikkfrí í þessu, sko. Það þarf oft bara gamla fúla kalla til að þóra sem eru tilbúin að hætta í pólitík. Já, því að það annars, sko, ef það er ekki gamlir fúli kallar, að þá er það ungi reiði kallar. Já, nú er verið að tala illa þá líka því þeir eru óttur svona hægri sinnaðir heldur við voru. Já. Og nú er það vandarahópur í samfélagi íslenskir ungir kallar, sko. Já, ég hef nefnilega fjallað mjög mikið það, sko, hvernig, og ég hef bara, í gegnum boxi þá, er ég með stráka sem eru, sko, alls konar á litinn og eru alls konar og eru að vinna saman. Ég hef sko verið að, hef mjög mikið hug á því að, sko, hvernig nýtum við þessa orku sem eru hægri sinnaðir ungi strákar og það ég sé sko það eins og ég ímynda mér þetta og allavega með það sem maður er svona að sjá í Evrópu að sko það er flóðbylgja á leiðinni það sem við þurfum að gera það er búið að vera að reyna það sko að vera með einhvers konar skjöld og reyna bara að stoppa þetta sko við þurfum bara að passa þetta hérna og svo brestur stípla hérna og eftir því sem stípluna bresta neðar að þá lendum við í svona að verri aðstæðum þar sem einmitt sko varhugaverðir stjórnmálaleiðtogar grípa boltan og þess að ég hef alltaf hugsað sko hvernig okkur erum við ekki bara einbeitt okkur að því að byggja frekar svona ákveðna vörður þar sem við leiðum þessa orku til jákvæðs vegar og mér finnst við vera núna komin á svona svolítið að sko Evrópa er miklu verri stað ég er svolítið bjartsýn allavega með þegar ég tala við ungt fólk í dag gagnvart sérstaklega þessu að það er svona miklu meiri bjartsýnu út af því við vorum að tala um Pierre Poilievre hann er miklu meiri svona bjartsýnismaður gagnvart þessu hann ætla bara að taka á þessu bara rugli sem Trudeau er búin að vera að gera en hann talar ekki í svona neikvæðum tón þetta hann segir bara ég ætla bara að taka á glæpagengjunum ég ætla bara að láta hinn vinnandi mann njóta ávaxtar síns erfiðis og síðan ætla ég bara að sjá hérna samfélagi blómstra. Mín aðkoma er ekki flóknar en það. Þetta er bara dæmigerður sjálfstæðismaður. Ekki nýlegur sjálfstæðismaður. Jú, þetta er minn sjálfstæðismaður. Þú sem formaður mynd... Já, ég myndi tala alveg þessum nótum og hef alltaf talað þessum nótum og mér veist bara það eigur mjög bjartsýni mínu þegar ungt fólk er komið í þannan þessa braut svolítið og þetta þreyttir svolítið á þessu rugli sko. Ertu sammála mér að það er auðvelt að missa þetta greipum í algjöra vitleysu? Það er auðvelt og það sem ég bara ég get verið svolítið bjartsýn og þú líka það sem ég óttast að við séum svolítið sein við bara vandamáli og svo stórt og það verður ekki auðurleist trátt fyrir allt það sem ég óttast Já og þá verður meiri læti og verður svolítið upplaust sko svolítið og en má vera að við náum einhver tökum á þessu en ég er mjög hræddur það að við séum svolítið sein í mörgu að þessu en gott og vel, ef þessi hugsun verður að vera svolítið allsráðandi að þessi svona sem ég kalla svolítið meira frelsi og meiri ábyrgð sem bara menn fara að hugsa meira einstaklingin þetta er allt orðið svo mikið hóphyggju og til alltaf einhverjum hóp einhvers staðar og tæktur að vera einstaklingur og þá er allir að vera eins í þeim hópi sem það ekkert allir eins sko. Verð sé að sko samtökju 78 sko klofna fullt af hægri sinnum homum og lesbíum sem við höfum eitthvað samliðið þessu pólitísku samtökum Já, félagið minn var nú bara útskúfaður sko. Já, svo verðar útskúfaður þetta var allt einhvern veginn svona. Menn hætt að hugsa bara sko réttindi, nú menn að komni með sér réttindi að forma til og maður ekki hægt að segja hættu bara þessu væli, standið bara keik og
og haldið áfram og þeir eru bara einstaklingar, við höfum missum að skoðun öllu. Nei, það má ekki, við þurfum að vera öll eins. Þessi hóphyggja nefnilega alveg hræðilega. Þetta fjölbreytileikinn. Nei, þetta fólk hefur síðan engan áhuga á fjölbreytileika innan síns hóp, sko. Þau verður að vera öll eins, annars ertu úrskúfaður. Og hann að fjölbreyta, þeir sem sífitt tala fjölbreytileika, þeir eru oft með mjög likla þolinmæði gegn fjölbreytileika. Það snýst allt þau, þennan hóp, og við verðum að vera saman og þetta saman. En mér bara svo fögur þessi frelsishugsun, sko, þú mátt bara vera homi, lesbía, trans og verður bara eins og ert. Við mögum bara ekki mismunna þér eftir því hvernig þú ert. Þetta bara algjörlega stefnu Sjálfstæðisflokksins. En þú átt ekki einhver aukin réttindi, allt snúist þig, sko. Skilurðu? Það má ekki einhver hafa aðra skoðun á sem þú. Þá heimtar það ríkisvaldi beiti þvingunarvaldi sínu. Þá heitir það hatursorða. Þetta allt svona. Þetta í raun og veru mjög fasíst, sko. Og alltaf beita ríkisvaldinu til þess að því að það bara verið að ganga á þetta eru falsfréttir og þetta er upplýsingaóreiða og þá það hatur. Við erum bara að takast á við hatur sem að leiða til ofbeldis. Já, en það er auðvitað verið að þurrka frelsi út af því einhver hópur þolir þetta ekki. Þetta er bara fyrsta skrefið í ofbeldi, það er hatursorða. Nákvæmlega. Og en ég er auðvitað bara vonast að ungt fólk, sko, bara svolítið sætti sig við það að við erum bara ólík og ég fæ bara að vera á mínum eigin forsendum sem einstaklingur, á mína skoðun, njóta mín stugnaðar og ég tek ábyrgð á mig sjálfur. Síðan höfum bara út eitthvað almannatryggingakerfi og látu ykkur svo í friði. Þetta er mín skoðun og þetta þarf Sjálfstæðisflokkurinn að taka miklu sterkar upp og ég held að næsti formaður verður vera svolítið eins og sekandíski formaður þeirra, hvað heitir hann, Íhaldsflokkurinn? Hvað heitir hann? Já, hann er Íhaldsflokkurinn, já. Ég held að menn þurfa að taka það upp og þessi sjónarmið eru alltaf meira og meira ábyrgandi í Evrópu. En þá kom allt þessi vísisuna fjölmiðla bara hættulegi menn og allt þetta. En þeir eru miklu minna hættulegir heldur en allir þessi vinstrimenn. Já, sko, mér langar nefnilega út frá því sem við varum að tala og ég er búin að vera mjög og sko, ég er búin að pæla mjög mikið í þessu undanfarin ár, sko, dagskrárvald. Hver hefur dagskrárvaldið, hver svona kemur því á laggirnar að við séum að ræða ákveðna hluti. Fjölmiðlar náttúrulega hafa verið mjög svona sterkir í þessu og dagskrárvaldið náttúrulega felst líka í því að fólk sem er að hamast í fjölmiðlum það að koma ákveðinni orðaræðu svona laggirnar og passa upp á það ákveðin orðaræði að fái ekki upp á pallborðið og fleira þar fram til götunum. Mér finnst þetta svolítið vera undanhaldi, sérstaklega með podcastin og fleira. Já, fjölmiðlarnir eru bara að tapa umræðinni. Ég veit ekki hvort það sé tapa, sko. Það hlustunni bara orðið miklu minni. Já, en sko mér þykir mjög vænt fjölmiðla og það fer pínu fyrir brjóstaði mér þegar það er mitt svona hlaðvarpsstjórnendur eru svona eitthvað að hnýta í fjölmiðla. Þú veist, stundum á það mjög mikið rétt að segja þegar fjölmiðlun eru svona full woke og kannski einhver táningur í sumarstarfi sem er að koma sinni hugmyndafræði inn og sem að sérst alveg með þess að jafnvel hjá miðli allra landsmanna, samstöðinni. En það sem að sko ég byrjar að pæla miklu meira í núna er að út af því að dagskrárvald er svolítið horfið. Ég myndi ekki segja hvað fjölmiðlar hafa tapað. Fjölmiðlar sko skipa mjög mikilvægan sess fyrir mig út af því að ég get aldrei sinnt minni vinnu ef það væri ekki fyrir fjölmiðla sem að væru að standa fyrir utan stjórnarráði í 9 stiga frosti og reyna að ná einhverju 20 sekúndar klippu með Bjarna Ben, fattaru. Þannig að mér þykir mjög vænt þetta. En skilgreiningavald er eitthvað sem að hefur verið miklu mikilvægara undanfarin, ég myndi segja 2-3 ár, sérstaklega frá COVID. Það sem að þú farið að skilgreina andstæðingin. Kemur ekki endilega á dagskrá því sem er að eiga sér stað og lætur ákveðina við atburði eiga svona hægri undir höfði, heldur skilgreiningavaldið að þú fá að skilgreina til dæmis hver sé hægri maður, hver er öfgamaður, hver er... Þeir eru alltaf að því. Það er allir sem eru ekki sammálaðum eru annarkvort fjár hægri menn eða öfgahægri menn. Og Þú ert náttúrulega öfgahægri maður. Já, örugglega, sko. Nei, ég meina, fjölmiðlar aðeins að fara átt að sjá því að það er eitthvað að þegar þeir eru orðnir algjörlega á einhvern stað og önnur sjónarmið komst ekki sinna að. Það gefur bara svona, veist, meira að segja sko enga svona hlaðvörp sem bara
eigandinn hefur einhverja skoðanir, sko. Hann að hleypa miklu meira andstæðum skoðunum að hjá sér heldur en fjölmiðlarnir. Það svo fjölmiðlarnir, við talum ekki um þau eru ríkisegu, að þeir séu bara einhvers staðar á einni línu, eins og þeir hafa hagað sér mjög áberandi. Þess að fréttastofa stöða 2 gefur lítið eftir í öllu ruglinu þar. Það gefur alveg ótrúlega plattform fyrir svona hlaðvörp, einkamiðla svona alla. Þannig að þeir hafi ekki eins mikið dagskrárvald eins og þeir höfðu, þessi fjölmiðlar. En ég alveg sammála, fjölmiðlar átrúlega mikilvægir. Og mér þess að, sko, þú sér fréttir í mokkanum, það eru miklu hlutlausari fréttir heldur en nokkuð til að sér því RÚV. Þó tengja menn mokkan alltaf við Sjálfstæðisflokkin. Er það svo ekki pínu rétt, eða? Þú getur séð það einhverju ríkisstjórnarstefnu, en þú sér það ekki svo glatt í bara venjulegum fréttum í mokkan. Nei, ég sammálaði með, sko, RÚV allavega, að þeir finnst, sko, mér finnst fréttastofan vera ágætt í þessu, í langflestu tilfellu. Og mér sérstaklega með ákveðna starfsmenn þeir vera frekar góður. Sumir starfsmenn hins vegar eru kannski, og þú veist, maður sér það alveg á greinunum, og ég veit ekki, sko. Sér það líka bara í fréttaskýringa þáttum og svona. Sér það alveg hvað þetta liggur. Mér finnst ekki samt verið á Vísi. Ég er ekki að tala um Vísi, ég er að tala um fréttastöð 2. Ég er enda að fæ að birta dótið mitt á Vísi. Finnst þér fréttastofa 2 vera algjörlega komið í móa, bara ég held að hún sé bara enn verri heldur fréttastofa RÚV. Er það út af Jason Temini? Nei, það er löngu áður. Þetta er í hverju birtist þetta? Þú finnur það bara hvernig fréttamatið hvað þið gera, hvernig þið segja hlutina. Og það er einhvern fréttastjórn sem mér finnst algjörlega að vera út á túni, sko. Því mér, örugglega ágætis fólk, sko. Og þannig að þeir svona missa þetta bara mars. Ég meina, ég er farin að hlusta miklu meira bara á einhver hlaðvörp frekar en að horfa á frétt. Ég er farin að missa ofta fréttum. Það gerist aldrei áður á svo stóru fréttastöðum. Ég misti aldrei af fréttum stöða 2 og RÚV. En það gerist bara smátt og smátt og ég fann að missa miklu meira af því heldur en áður. Og þetta sér maður svona einhver svona highlights einhver staðar í síðan í samfélagsmiðlum með einhver staðar, sko. En ég finnst það bara að vera allt eitthvað mjög amatörslegt og lítið svona bara hlutleysa upplýsingaveitur. Þó ég get alveg skilið það að menn hafa síðan einhver umræða þætti pólitískt átök og svona. En þú bara finnur alveg einhver attitude kemur svo skýrt í gegn og menn fer jafnvel að rífast við viðmælanda, sko, að því ósamálaðum og þú finnur það að þegar einhverju hliðhollur þá kom aldrei gagnrýna spurningar, þú voru útskýra þetta, þú finnur alveg hvernig hljómurinn er. Ég finnst það mjög slöpp fréttamennska oftast. Ég er ekki að segja þess að ég getur góði fréttamenn, en mér finnst þess að ég svolítið að flosna upp úr þessu og það verður lélegra og lélegra. Já, ég horfi alltaf á báða fréttatímana og ég er ósammálaður, sko. Já. Ég er ekki alveg sammálaður. Ég ætla ekki að refsa það fyrir það. Nei, ég bara, mér finnst, sko, og eins og ég segi að ég geta oft verið ósammála kannski einhverju framsetningu eða eitthvað þannig, en ég horfi bara á þetta sem þau verðmæti sem ég tel að þetta sé. Og þess vegna eins og ég segi, þess vegna fyrir pínu í taugarnar á mér þegar að svona hlaðvarpsstjórnendur og einhverjir bubbar eins og þú, sko, eru að segja eitthvað, að þetta nú ekki nákvæmlega eins og ég vil hafa og það er alveg. Ég er ekki gerin að kröfu til þess að þetta hlutin ég vil alltaf nákvæmlega sem ég vil hafa þá. En þegar þetta fer að vera svona ábyrrandi. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið langstærsti flokkurinn í mjög langan tíma. Það er kannski ekki alveg eðlilegt að þú fáir smá tilfinninguna að þeir fái meiri gagnrýni heldur en aðrir flokkar út af því að hann er búin að vera ríkisstjórn núna undanfarin 40 ára, 44 eða eitthvað. Sjá, gott dæmi hvernig þessi miðlar virka er borgarstjórn Reykjavíkur. Þeir eru með meiri umfjöllun minni hlutan heldur en meiri hlutan þegar tala verkefni. Alltaf að finna eitthvað að minni hlutan. Það sé allt einhvern veginn og jafnvel kennt það að það sé bara Sjálfstæðisflokk að kenna. Þú veist, aðhald, menn sé alltaf, við erum að veita aðhald, sko, ráðandi öflum. Hvert hefur verið aðhaldið varandi borgarstjóra meiri hlutan núna í 30 ára? Já, Einar hefur bara staðið þessu svo vel. Já, Einar er fínn strákur og ég kann það alveg ákveðlega við hann og ég
ég held að við getum fengið marga verið borgarstjóri heldur en hann sko. Hann getur að vísu verið svolítið hrokafullur, ég ekkert að móti því, menn mig alveg verið það. Það er nú hroka, minnst það einmitt alltaf mikið á afturlöpunum. Nei, hann getur komið svolítið skart á menn, mér finnst það bara kostur. Já, mér finnst það líka. Já, en sko, það er meiri umfjöllun sko, ykkur vandamál í minni hlutan heldur en sko, meiri hluta rugli sko. Svo kemur alltaf Dóra Björt og segir bara, bara glad, það er aldrei að svarar aldrei neinn. Og hún er svona svip og Inga Sæland, kemst bara upp með að svara aldrei neinn. Og Þetta með græna vegginn hefur verið alveg rosalegt fyrir hann, hún var hérna á Bylgjunni, þar einmitt voru hérna að vera að þjarma á henni í bítinu. Þetta er eitthvað óþægilegast sem ég hlustaði á sko. Nei, þetta var svona líka hérna þegar þeir greittu olíufélögunum fyrir plásinn og allt það og RÚV gerði nú sér þátt um það sem þetta ætluðu ekki að byrta. Nei, og það er svona endalaust dæmi og snjómókstur og allt í skipulagsmálum og umhverfismálum þess að borgar hafi verið í fullkomni rúst sko. Og þeir hafa meira og meira komst um það að segja ekki neitt um þetta sko. Bara inn með einhvern innhalslaust blaður sko. Og svo er fréttur það að minni hlutin hafi verið alveg jafn mikið sökudólgur eða eitthvað sko. Þetta er allt einhvern veginn þannig og þannig að þú finnur alveg hvar tónnin er. Það er reynt að gera lítið og vandamál meirhlutans og það talum að veita sko ráðandi öflum aðhald, það er mjög eftir hendisemi. Það er bara því miður þannig. En ég ætla svo sem að geta væli við sem fjölmiðlaverð geta bara verið eins og þeir vilja vera sko, mín vegna sko. En þeir missa svolítið mark sko. Og ríkismiðlinn maður spyr sig sko. Mista alltaf ganga lengra og lengra sko. En þeir mega bara gera þetta sko, og meðan bara skattgreiðendum finnst allt til að borga 6 milljarða ári í þetta sko, þá bara vorkenni þeim ekkert sko, bara gerum við það bara áfram sko. Ég geti nýtt þessi 6 milljarði margt miklu betra sko. Já, ég hef reyndar gagnrýnt sko menningalegt skilgreiningar og dagskrárvald Gísla Marteins og Baggalúts. Mér finnst alltaf leiðilegt að gagnrýna sko, ég er alltaf að gagnrýna fólk sem ég er mjög mikill aðdáanda. Þeir eiga líka bara rétt að þá bara má gagnrýna fólk. Já, ég er nefnilega mikill aðdáandi Braga Valdimars og Gumma og Hins Gumma. Það er reyndar ekki að minna Hins Gumma en hérna Guðmundur Pálsson. Svo er hann sem heitir Guðmundur Kristinn sem er umboðsmaður og hans fólk kemst alltaf rosalega framalega í allri umræðin á RÚV, hvort sem að það er umfjöllun eða koma og spila og ég hugsa alltaf með mér, það er svolítið skrítið að þegar að einhver hefur svona, og líka þú veist, ég meina Baggalúts tónleikar er alltaf spilaðir endurbirtir í ákveðnum slottum þegar Stöð 2 er kannski að reyna að rukka inn á einhvern ákveðin viðburð. Sáum þetta mikið í COVID að þegar að Ingo Viðugu var með eitthvað kvöldagigg eða eitthvað og að vera að reyna að peppa það á Stöð 2 og svo þetta RÚV alltaf Baggalút í sama slott og ég var alltaf að hugsa með mér, er þetta í alvöru talað þar sem að sko ríkissjónvarpið á að vera að gera til þess að auka samkeppni meðal fjölmiðla, þetta var stórkostlega undarlegt. Ef sjálfstæðarfólk kemur náldus það var þetta að kalla spilling sko. Það er málið. Og saman eins og með Gísla Martein, þegar fólk er að koma og auglýsa tónleikana sína í slotti sem er mjög mikilvægt, það getur ekki alltaf verið sama fólkið að koma aftur og aftur. Það er eins og þú segir, sko, það er við alla aðra mælikvarða þá var það spilling, en út af því allir er eitthvað svo pepp, þá var þetta allt í lagi. Já, ég er bara ekki svo sem ekki að skipta mér að sem allt jafnalli, ég get ekki svona horta á þetta, ég get ekki hlusta á þetta. Horfir ekki Gísla Martein? Nei, ég get ekki horta á nema svona cirka hálfa mínútu í einu. Og mér finnst alltaf svo endurtekið efni, mér finnst svo hallarislegt og plebbalegt bara. Menn alltaf einhvern veginn koma sínum sjónarmiðum að og greinlega svona einelti gegn ákveðnum pólitískum andstæðingum og svona sko og nota svona þátt í það finnst mér auðvitað fyrir neðan allar hellu sko, en ef RÚV vill verið þá bara verða að vera í þessu sko, ég hef það sagt RÚV bara er eitthvað
sko mikla fyrirbærið fyrir mér sko, algjörlega óþarft eins og þú hefur þróast, en ekki ég á móti því að styðja íslenska menningu sko, en þetta náttúrulega ekki menning, þetta bara ómenning og og ég hef engan áhuga á svo, ég get eiginlega ekki hort á þessa þætti sko, ekkert að þessu. Þó hef ég verið í þeim sko, ég get ekki svona hort á þegar ég í þeim sko. Hvað hefur að fara oft í Gísla, Martin? Ég held ég að fara 2 ár frekar einu sinni, ég maður það ekki sko, og og ákvaðverðis leðilegur ég gat sko, senarskipti alltaf. Og en þetta auðvitað bara, við alveg merkilegt að bjóða þjóðinu upp á þetta í áratug eða meira sko. Já, hvað er hann búin að vera lengi? Ég veit það ekki. Þessi þjóð með að leiðast mjög mikið en hún fær skemmt undir þessu sko. Hann var náttúrulega, er sjálfstæðismæður, hann Gísli. Er það? Já, er það ekki? Hann var í kosningum. Það var einhver tíma. Ég fór í bjór og pítsu þegar ég var... Ég er ekki viss hann kjósi sjálfstæðisflokki í dag, þessi maður. Nei. Hvað heldur hann kjósi? Hann kýs annað samfélkinguna að við reiknaði með. Já. Þetta er menn sem halda þessu fráslindir og göfir og flottir og þetta mér svona bara ótrúlega hallærislegt sko. Já. En það er ekki bannað að vera hallærislegur. Nei, við fögnum fjölbreytileikann. Já, við fögnum fjölbreytileikann við þessu sko. Núna þegar Bjarni er að fara, ótrúlega fyndi, ég mun að hlusta stundum á samstöðuna með allra landsmanna. Það sem að ég er ennþá, ég er mjög sárið, ég er sagt af við Gunnarsmára, hann býður mér svo sjaldan. Ég held ég að fara 2 hana. Hann er ég alltaf að blara á, honum er alltaf búið hingað. En ég þarf að sparka eftir honum. Þú hefur farið nokkur sem hana. Já, ég er örugglega farið 3 hana. Ég fer allstaðar sko. Þú fer allstaðar. En þar er einmitt sko, verið að tala rosalega mikið Bjarna Ben. Og ég, sko, út af því að þú varst að tala að vera svo mikið svona, já, sjálfstæðisflokkur fengi umfram gagnrýni með að vera flokka. Já, það er svo mikið hatur gagnrýnum alltaf verið sko. Já, en er það ekki bara út af því að hann er mest spennandi? Já, hann er líka verið ráðandi afl og stæðstur. Já, það er kannski eðlileg þróun. Þetta hefur alltaf verið svona. Lætin undir Bjarna Ben eldri og Davíð og Hatri þar sko, formenn sjálfstæðisflokks alltaf þurft að þola þetta eins og Bjarni sko. Þetta er ekkert nýtt með Bjarna sko. Heldur að spillingavöldin fari með Bjarna Ben? Spillingavöldin? Ég er nú bara ekki kynst óspillt og stjórnmálmanni sem Bjarna Ben held ég. Og mjög svona heiðarlegur og góður drengur sko. Og ég helst ekki að skamma fyrir að hann sé ekki nógu harður og kjarkaður í það sem þarf að gera sko. Og allt og mikill maður málamiðlana langt umfram efni, finnst mér. En hann er örugglega sín sjónarmið, við getum svo náð einhverju með þessum málamiðlunum, einhverju góðu og það þarf að gera þetta og gott og vel segi ég. En sko spilling, við sem hefum lifað tímana tvenna sko, að menn halda að það sé allt vaðandi í spillingu sem samfélagi í dag, og hún sem sé aukast er bara algjör þvæla sko. Já, náttúrulega bara eðlileg mál, spilling er hægri sinnuð. Já, það er auðvitað alltaf þannig. Þessi niðurrifs vinstri öfl hafa alltaf verið eins. Þetta er engin breyting. Þetta er alltaf eitthvað fólk sem þykist geta hannað eitthvað betra samfélag og réttlætara samfélag. Í raun og veru er bara stórhættulegt fólk sem það kemst til valda. Það finnst lögin ekki að gilda alltaf, réttlætið er lögum ofar. Það er spilling. Það er raunveruleg spilling þegar menn telja sig ekki þurfa að fara lögum að því þeirra réttlætið sé betra. Hvað er tærari spilling til? Þetta er nefnilega vandamál vinstursins. Það má allt í nafni einhvers réttlætis sem þau eru þetta bara heimasmíða réttlæti. Þess vegna finnst alltaf svo fólki, alltaf finnst það. Ef lögin er einhvern veginn eins og þeim hendar ekki, þá megið bara víkja til hliðar. Það gerði þetta í matvælaráðundinu eins og ekkert væri. bara ráðum sem ég er í pólitík, hvað er að ykkur? Sko þetta er spilling en svo geta verið að vaði því þessi spilling að Bjarni B. sem fjármálaráðherra hafi sko selt pappa sínum hluti ykkur banka. Þetta er bara, það er bara einhverjir sem er í eignastýringu að selja þetta og svo það hann bara skrifa undir í lokin, hann veit ekki hverjir að kaupa
Veist, þetta verður allt í einu spilling. Þetta er auðvitað ekki spilling. Það er allir rétt á að kaupa, hvort sem er pabbi Bjarnar Ben eða ekki. Sko. En þetta er náttúrulega vandamáli þegar ríkið er að eiga eignir sem á ekki að vera að eiga. Og vera að festa fjármuni í áhætturekstri. Þetta er auðvitað engri annari þjóð í hug, sko. Ekki í svona stórum stíl. Og en þetta er bara voða göfugt, við verum að eiga þetta, við eigum allt og við eigum fiskinn líka makrinn sem bara býr annar stað, sko. og við erum eitthvað upptekið að við eigum allt, við eigum fuglið sem flýgur hérna yfir og við eigum hvalinn, við eigum, á enginn er það neitt. En þetta er auðlind sem við getum nýtt bara sem þjóð. En menn er alveg uppteknið þessu, menn líka eiga sameign vindin og sólarljósið, já, eigum við það, já. Veist, fólk er orðið algjörlega ruglaði þessu, sko. Alltaf setja það svo í stjórnarskrá og lög. Það er bara eignarrétturinn sem þið ekki svo væntum. Nei, þetta er ekki sko, þetta var Adam Smith, ég held að hann tala meira sem vindin og sólarljósið. Já, eignarréttur, já. Og hver á þá eign, ekki sá sem fyrstur nýtti sólarljósið eða fyrstur nýtti vindin. Hver á hann? Hvernig, akkur eigum við hann allt í sameign? Við sem þjóð eigum auðlindina. Þessi auðlindi til staðar, já, en þú átt ekki fiskinn, þú átt ekki vindin. Þetta er bara auðlind og þú nýtir hana og þú getur stjórnað því á grundli þess að þú ert fullvalda ríki. Þess að getur ákvæmt hvernig þú skattleggjum nýtinguna, hverjir fá að nýta þetta og svo framvegis. Bara litla gula hænan. Já, og það er saga sem að ég skil ekki af hverju við tölum ekki oftar um. Já, hún er bara á alltaf við. Hún á alltaf við, en við erum alveg, við sko tölum stjórnmál og annað í algjörðu þversögn við það. Það er bara, ef að einhver, mér varst það bara besta dæmið þetta þegar Guðmundur Fertram tók eitthvað sem er alltaf hent í ruslið. Já, bjóð til, sko, ég veit ekki hvað flakið fer, ég veit ekki sko hvað listaverðið er á, það er einhverjir $1,000 skilur sem eitthvað svona fiskróð getur búið til. Fyrsta spurningi sem við spurðum okkur, hverja var skatttekjunar? Að græða sár á sykursjúka menn sem eru opin sár sem að fá sýkingu inn að beini og við eitthvað, hvað græði ég? Fyrir hvað gerðið þú? Ekki neitt, ég á þetta, menn ef hann græddi þá. Já, akkur segja menn ekki núna? Keyrið þú ekki á göttunum? Akkur er ekki auðlindagjald á Keresis? Já, til dæmis. Við áttum hennar fisk. Auðlindagjald? Þetta er ótrúlegt, en ok. Sko, allir eru að nýta einhvers konar auðlind. Vatn, vind eða eitthvað, sko. Svo segja menn, ég á þetta sem allt. Já, ég á þetta. Keresis bara þetta sameign þjóðarinnar. En svo menn segja með sko, verða alls konar verðmæti til úr þessari fiskveiði auðlind. Það er ekki bara sko, það verður þetta til þú veiði fiski þá verður alls konar nýsköpunarfyrirtæki til út úr þessu öllu saman og af hverju var útluta kvóta til þessa fólks upphaflega vegna þess að þeir höfðu myndað réttindi sem voru varnir stjórnarskránni. Þessum fengu þessir sem höfðu veitt kvótan á sínum tíma sem alveg við erum bara að gefa fólkinu fiskinn okkar. Þetta er bara auðlind, áengi fiskinn, hann á sig sjálfur, gæsin á sig sjálf, hvalurinn á sig sjálfur og en við sem þjóð, þetta er auðlind sem er kringum okkur og við stjórnum þessu og við ákveðum hvernig það verður og hvað skattlegg verður. Og ég segi bara við skattlagningarvaldið, við ríkisstjórnina ekki skattleggja meira heldur en það við þolum að vera í samkeppni. Eina krafa sem ég geri. Ekki tala alltaf eitthvað réttlætt að þjóðin eigi eitthvað allt saman. Skattleggjum aldrei meira heldur en atvinnugreinin þolir í samkeppni. Þetta er reyndar áhugavert, ég held ég að komið svona stuttlega inn á dagana, mér langast að spyrja það hreint út þegar sko núna voru vinstri öflin bara kosin út bara. Já, ekki almennilega. Já, ok, en ég menna Kristrún færði sér til hægri og tók með sér svona fylgið sem að var mest til vinstri sem að hefur málsvara á Alþingi í dag.
Núna þegar við erum að sjá að sá árangur, eða þeim hlottnaðist sá árangur, hvernig heldur að þau munu tækla þetta núna, sko? Ég er búin að velta þessu ótrúlega mikið fyrir mér, að núna þegar að vinstri er að vera óvinsælla, það er að verða óvinsælla líka hjá ungu fólki, og ungt fólk er bara orðið miklu hægri sinnar. Ég held að það, maður er pírat að tala hérna, við þurfum að lækka kosningaldurinn. Allt í hennu hvarf þegar þau fóru að sjá hérna kosningakannanir ungs fólks og ætluðu bara að kjósa miðflokk og sjálfstæðisflokk. En hérna, ég verið að velta þessu fyrir mér, sko, heldur að Samfylkingin muni koma til með að færa þessu lengra til vinstri til að ná þessum atkvæðum sem að fjallu dauð, eða hvort að þau munu færa sig ennþá lengra til hægri og vera saman Mette Frederiksen til þess að takast á við ýmsa hluti til þess að fylgja svona þessari bylgju. Já, ég held það bara ef þeir ætla að ná bara yfir höfuð í svona einhvers konar hægra fylgi eins og Mette er að ná svona hægra megin fylgi, þá þurfum bara að fara sömu leið á Mette, segja bara, sko, Danir bara kunna það, þeir hafa litlar auðlindi, sko, þeir kunna það þó þeir séu krattar, sko, þeir kunna það að leggja hagsmuni þjóðarinnar í forgang, sko, þeir eru passa mjög vel upp á sína hagsmuni allstað, sko. Og hver er stærstu hagsmunir þeirra? Að fyrirtækjunum gangi vel. Þeir eru alvöru businessmenn. Þeir eru alvöru businessmenn. Og farðu til Danmörkur, þó að kratar hafi oft verið mjög ráðandi þar og svona stór flokkur, sko. Farðu, sko, þeir eru, sko, þjóðinsinnaðir við, þeir eru hrókafyllrið við og þeir eru mjög stífar að gæta hagsmuna sinna. En svo geta það verið svona rólegir og huggasæ og hérna verið með frálsendur með margt, sko. Alltaf í prósentu. Þeir eru grjótharðir, sko. Ég nefnilega hérna Albert Jónsson var hjá mér hérna fyrir skömmu og hann er búin að vera að vekja athygli svolítið á hérna loftslagsmálefnunum gagnvart við að, sko, hvernig alþjóðakerfið getur tekist á við þetta og hversu mikið endurnýjanlegri orku við erum að skapa í samanburði við önnur lönd. Svo erum við bara að greiða hérna Slóvakíu einhverja kvóta og við erum hérna gullhúða allt til þess að passa upp á það að fyrirtækin sé eitthvað að fara fram á sér. Við verjum okkar eigin hagsmuni örugglega minna heldur en dettur ekkert annað land í hug sem ver sína eigin hagsmuni lítið gagnvart svona alþjóðastarfstarfi eins og við. Hefði Danmörk eða Hollandi eitthvað verið með 85% af sinni orkunótkun endanýri orku, þá hefði þeir aldrei skrifið undir Parísarsamkomulagið eins og við gerum, sko. Aldrei. Við ætlum bara að gera meira. Þeir að heyrðu, nálgistu okkur og svo komum við með. Nei, við vísu var náttúrulega, sko, ég meina, við erum svo miklu fáið að það kemur að hagsmunagæslu fyrir íslenska þjóð og við samþykjum allt sem er íþyngjandi við íslenskt og já, og sækjum ekki einu sem undan þá og við, það er svo að segja, við séum einhverju sérstakri dyðarskreitingu í þessu saman, sko. Við ætlum að ganga fram, Albert Jónsson sagði að hann hafi verið í hérna með Jóhannu stjórninni og þá hefur sagt, sko, að ekki nóg með það að við séum núna stöndum framar öðrum heldur ætlum við að vera, sko, leiðandi í því að standa öðrum ennþá framar. Þá náttúrulega þarfum við að gera grein fyrir því að, sko, sársaukathröskuldurinn yfir því að ná ennþá meiri af hérna endurnýjanlegri orku byggist náttúrulega, sko, fyrst og fremst á því að við séum orku inn við í það sem er líka, sko, eitthvað sem að við erum á móti líka. Já, það er mósarnakennt alls saman, sko, en allt í lagi. En að sem sagt, við höfum ætlað að vera, sko, leiðandi á alheimsviðinu og við einhvern veginn bara, já, en þetta verður frábært, sko. Og vinstri stjórnir skrifa undir einhvern árósa samning og svo skrifa einhverja skuldbindingur alls svona sem þýtti það að það er bara eiginlega orðið vonlust að virkja hérna, sko, og allir fá einhverja aðild að stoppa alla framkvæmdi, sko. Menna, við erum afleit í því að gæta hagsmuna okkar, algjörlega afleit og þetta höfðu að kosta okkur mikið, sko, og valdi okkur bara miklu tjóni. Alltaf þess að tafir á Suðurnesjalínu 2, tafir á framkvæmdu virkjana hafa kostið íslenska þjóð mikið. Svo erum við veltað fyrir okkur alveg stórmál fyrir þjóðinu hvort við getum fengið milljarði meira fyrir hlutabréfin í Íslandsbanka. Öll umræðan það. Heyrðu, þetta eru smá aurar. Við það bara tafir á Suðurnesjalínu 2, tafir á framkvæmdum í Hvammsvirkjun, Búrfellslind og öllu þessu dóti sem er, sko, 20 milljarðar á ári kostar ríkissjóð. Nei, við erum getað fengið 1 milljarð meira fyrir hlutabréfin sem við fengum gefis á sínum tíma á sér. Og þetta er umræðan
og þetta eru meginströms fjölmiðlarnir uppteknir að hlutabréf kaupa sem skiptu engu máli í stóru myndir, heppnust alveg gífurlega vel öll umræðan það, ég hef pappa sagði nú keypt eitthvað sem var náttúrulega, var ekki sjálfur í sniði bara einhver eignastýring í bankanum hans sem sér að kaupa þetta en við erum algjörð það bara spilling og hneyksli og hérna sko dag til dag, viku til viku og mánuð til mánuð, þetta er ekki einu sinni búið við erum ennþá þessu, nei fjórum þetta aldrei hugað, hvað kostar þetta okkur þess að tafir á öllu þessum virkjun nei, það skiptir einhver máli við erum fáettar það er nú ekki flóknar í það og hafðu þetta sko ég get blásið núna því að ég alltaf að kveðja ég er búin að vísa kveðja nokkur sinnum en hérna en þetta er auðvitað bara hræðilega léleg í hagsmunagæslu fyrir eigin sjóð og svo viljum við reka ennþá átvöðaferð sem með tapi frekar að leyfa einhverju fólki bara að sjá þetta fyrir okkur náttúrulega bara forvarnastarf sko þetta er ekkert forvarnastarf, þetta er bara þvæla áfengisneysla er bara afleiðing einhver ástandi hjá okkur við þurfum bara að byrja að laga sko andlegu heilsun okkar áfengisneysla er afleiðing af því að hún er í ólagi Já, en við erum nú að takast á við það með skiptir einhver mál hver sérur áfengið Já, en ég menna að þú veist, það horfir alltaf betri við við erum náttúrulega núna sem betur fyrir að auka ADHD lyfjanótkun ungs fólks sem að mun takast á við þetta vanda tífalt meir en annars staðar og við ætlum að fara núna að niðurgreiða sálfræðiþjónustu sko þetta er allt og til að taka á í ríkisrekstrinum sko við erum ekki í lagi sko. Hvað finnst þér þá umræðu? Svona því að ég sko ég er að fara í viðtal núna við erum að tala saman hvað mánudagur er þetta 9. júní ég er að fara núna á föstudaginn morgun í viðtal einmitt í hérna ég held að það heiti Kvíðakynslóðin hlaðvarpið sem ég mun líka birta á miðlum þá erum við að fara að ræða meðal annars bók Jonathan Haidt þar sem hann fjallar svona hræðilega þróunir varðar ungt fólk samfélagsmiðla og annað geðheilsu ungs fólks og bersýnileg og áþreifanleg og augljósar afleiðingar þess að við höfum bara látið krakka hafa síma og fleira eikur og kvíðan en við höfum tekist á við þennan vanda einmitt eins og þú segir með þess að segja við sjálf okkur við þurfum bara að auka sálfræðiþjónustu og lyfjanótkun þetta Þú ert ekki að glíma með vandan þú ert alltaf að glíma með afleiðingar og við einhvern veginn höfum bara sagt við sjálf okkur bara, nei, þetta er leiðin fram á við ég skil ekki og svo náttúrulega bara og PISA-kanninu náttúrulega bara einhverju nóstæfi niður á við og við eitthvað, nei, við þurfum bara að fjármagna þessi kerfi sko þetta er Brynjar þetta er sko og þannig að verði ég alveg þetta er rugglað dæmi sko. En þetta er þróunin Já, það er bara fleiri kennara og meiri kennaramöntun og færri nemendur okkar kennar við erum búin að fækka þín alveg stórkostlega en árangurinn batnar ekki neitt sko. Formaður kennarasambandsins sagði að það vantaði 4.000 kennarinn á kerfið Hvaða anskot og ég hugsaði með mér bara ég fór að leika með regna sko 4.000 börn eru meira en heill árgangur og ég var það bara svona marga Nei, sko, ég meina þegar ég var í grunnskóla þá voru nú bara 35 í bekknum sko með einu kennara sko, hann fór bara létt með það sko og ég meina ég er ekki að segja sig ekki margt flóknara í dag en ég held að sé að meðaltalið sko innan við 20 nemendur að kenna í dag fjölgun á millistjórnendum 10% af öllu þessu kerfi mikil mannfjölda aukning mikil starfsmenn í skólum bara hefur fjölgað hlutfallslega miklu meiri nemendum, margfald árangurinn er enn niður á við þannig að menn geta bara ekki sagt að það er meiri pening og meiri og lengri menntun kennara og lengra þetta og lengra hitt þetta hefur ekkert með það að gera En skrifast þetta sem ekki á foreldra við erum að tala líka í sambandi við svona ákvæmna þróun það er bara, þú veist, það er til fullorðið fólk sem að lætur krakka sem er yngri en 6 ára hafa skjásíma þá er ég að tala bara svona til eigin skjásíma til þess að kaupa sér einhverja smá stund og leyfa hann að horfa á teiknimyndir og annan viðbjóð á YouTube í símanu sínum til þess að friðaði bönni þetta er geðveiki Við megum ekkert vera alltaf þessu að sinna þessu Nei Ég þarf að fara í ræktina og ég þarf að gera þetta og ég þarf að gera hitt
Nei, ég meina að það rosalega vandi að koma börnum til manns og það þarf að vera mjög vakandi við því. Það skiptir máli. Fyrstu árin, segjum svona fyrstu 7, 8, 9 árin, alveg ótrúlega mikilvægt í lífi hvers barns. Festa, öryggi, bara lykilatriði. Reglur, viðmiðanir. Og svo bara losar tauminn eftir því sem elda Svo verður það bara sjálfstæðar. En þessi fyrstu ári eru bara gífurlega mikilvæg og það eitt merkilegt að þú hugsa aðeins það að því við vorum að tala eignarréttina það. Hvað eignarréttin verður ríkur í börnum? Já, það fasistinn í þeim. Ég á þetta, og nýting annara verður að vera alveg á þeirra forsendum sjálfra. Eignarréttin mjög innbyggður í okkur, Ég á þetta. Setur bara strax á 2 ára börnum, En ég meina, þessi ári svo mikilvæg, öryggi, umhyggja, ást og umhyggja, en samt festa, öryggi verður ekki nema að verður festa. Þannig, nú ég orðinn uppeldisfræðingur, en þetta bara ofboðslega mikilvæg ár, en það einhver skýring á því, af hverju kvíði hefur aukist, ofvirkni og athyglisbrestur eykst. Ef við ekki að velta fyrir okkur hver ástæðan og reyna að bregðast við því, heldur hann að fjölga börnum á greiningum og lyfjum og nú endan við bara einn kennar á barn, þetta eitthvað, við ráðum þetta ekkert við, þetta við bara að missa tökin á þessu og mér skilst að skólar bara mjög, það svo búið að gera skólastarf, eins og eitthvað stjórnsýsludæmi, barn á rétt og andmælum og þú ert bara í skóla, það ber til þetta reglur Eignarréttur á síma Já, eitthvað svona kjaftaði mannréttindi barna og barnasáttmáli eitthvað svona þetta eigur bara á kvíða, hættið þessu það bara reglur, þetta bara eins og þú fer í herinn þetta bara reglur og þú bara fylgir þeim það ég var að pæla svo mikið í þessu þegar ég var að tala við sálfræðing núna fyrir skömmu sem vinnur með börnum og hann var að útskýra þetta fyrir mig að hann alltaf að díla við foreldra sem að hlaupa milli lækna til þess ekki til þess að fá úr því skorið hvort að barnið sé með eitthvað greiningu heldur til þess að fá bara staðfestingu á að það sé greining og til að fá lyfin svo fara hann náttúrulega á endanum lyfin og það náttúrulega algjört fagnaðarefni Það verður mikið læti að læknir neitar að greina Svo þetta náttúrulega bara komið með eitthvað barn á amfetamíni og svo bara ef hann hefur svo eitthvað hátt uppi þá reykur síman framann í hann og svo þess á milli þá segir að hann munur ekki koma til með að sjá 10 ára aldur út af því að veröldin að fara að farast Svo bara akkur líður okkur svona illa Já, ég heiti bara alveg hárið til það ég hef sagt börnum svona með við ytri aðstæður börnum þetta líða miklu betur í dag heldur en gerðu fyrir 60 árum þegar ég var barn og miklu erfiðari svona aðstæður og börnum þetta búið sér svolítið eigin veruleika og eigin reglur við leikum okkur bara á götunni bara allt, það voru 5 börn í hverju íbúð og börnir leikur sér bara á bjuggu sér til eigin veruleika en alltaf var einhver leiðtogi, einhver reglusettar, einhverja viðmiðanir og menn svona byggu sér til eigið svolítið samfélag og menn þurfti að taka ábyrgð á því öllu saman og það var svona, en það voru erfiðar aðstæður, ég meina einelti var þetta miklu meira heldur í dag bara það að vera rauðþærður það var bara meira átt að mál fyrir mörg börn en ofta ef það var sterkur leiðtogi þá gat hann kontrollera allt svona einelti það var mjög mikilvægt en svona þetta var auðvitað miklu harðari heimur heldur en í dag en það verður eins og þessi samt börnum og ungmennu líði verð í dag heldur að gerði þá Já, en harður heimur líka elur af sér harða einstaklinga ég man eftir að Stefán Karl heitinn hann var með regnbogabörna með framtakið hafi heitið Það var á sínum tíma þegar ég var ungur og ég man að það hafði mjög góð áhrif og þar var hann einmitt að takast á við einelti á svona ákveðnum svona tilfinningalegum forsetu þar sem hann var að útskýra fyrir fólki hvað afleiðingar hefur. En núna eftir að hafa unnið í frístundastarfi þá var aðalmálið að takast ekki á við það með því að sannfæra börnunum það að breyti betri vegar og heldur að þurfum við alltaf að vera einhver svona eins og Jonathan Haidt kallar helicopter parenting
sem þú ert með stanslaust skilur, hann ekki með Apple er takk dótið og þú veist, ég veit nákvæmlega hvar hann alltaf og ég með myndavélina á honum og hann með símann sinn og hann getur alltaf heyrt í okkur og ég hugsa með mér sko að þú veist þeir að samfara barnið það að hann eða hún verði aldrei sin eigin einstaklingur og ég held að þetta hafi gríðarlega mikil áhrif, ég held að það hafi mjög slæm áhrif þegar við erum búin að samfara börn það einmitt eignarréttin, heimurinn að farast og þú verður aldrei einhvern veginn, þú þarft aldrei að takast á þennan aðstæður og hann einmitt lýsir þannig sko, hvort erum við að fara að bómullvefja allan heiminn eða sjá til þess að heimurinn sé þannig að þú getur tekist á við hann og þú hefur þykkari skráp. Við erum alltaf að passa það að börnin lendi aldrei í mótlæti. Það eins og menn haldi það að það muni skaða barn til lífstíðar. Og góð ræða hjá hann og Sigurbirni Bárðarsyni sem fór í frægðarhöllina íþróttum og fór að rifja sko eineltið og ára sem hann var fyrir það fyrir að þeim var rauðharður sem barn. Greinlega bara gert hans mjög sterkan einstakling, mikinn keppnismann, náði sínu markmiðum. Það hefur ekkert verið gaman hjá honum. Hann lendi bara í miklu mótlæti. Hann náði að nýta það sem styrk, þetta mótlæti. Þannig að sko, við lendum í mótlæti. Það kemst auðvitað ekki í gegnum lífi á sem lendi í mótlæti. Börn lendi í mótlæti. En ef þú ætla bara að vefja við bómul og passa það sem barn lendi aldrei í mótlæti, svo verður það fullorðinn, þá kemstu ekki hjá því. Og hvernig glímur þú þá við það? Þá áttu kannski ófær að glíma við mótlæti. Þannig að börn verða bara að læra stundu það hart við margt sko. Að Douglas Murray fjallar að hann hafi heimsótt háskóla þar sem að þá verið að banna Shakespeare og fleiri svona stórverk undir þeim formerkjum náttúrulega líka út að það voru hvítir karlmenn sem bjuggu til einhver verk sko, en aðal undir þeim formerkjum að það gætu verið eitthvað svona átakanlegt og það væri ekki passað nægilega vel upp á það væri settar ákveðnir svona, ákveðnir fyrirvarar það að þetta sé með nauðgunum, þetta með svona vondum hlutum og þetta getur, þú veist, það eru stereótýpur, rasíska stereótýpur í þessu væntanlega frá eitthvað, þú veist, árið 1500. Já, þetta er bara annar veruleiki og hann spyr sko að þegar hann til dæmis komin í lagadeild og hann var að takast á við erfiða hluti og þar voru krakkanir voru að takast á við erfiða hluti og erfið mál og því að þau voru alltaf kvart yfir því að var ekki trigger warning á þessum hlutum og hann sagði sko hvernig í ósköpunum ætlast þú til þess að þú sem einstaklingur getur verið að verja manneskju í nauðgunarmáli og reyna að ná einhverjum, fá einhvern sakfelldan ef þú getur ekki eins og tekist á við þetta í þínu námi. Hvernig ætlastu til þess að þú getur staðið í dómstól og verið að reyna að ná sakfellingu fyrir hönd þolenda ef þú getur ekki eins og hlustað á hvað ræðir. Og þetta er bara eitthvað neins svona, þetta er örugglega bara allt eðlilegt sko. Við sko, því núna erum við bráðum að fara að fá nýjan rektor í háskólasamfélaginu. Ég talaði við Steven Pinker, ég ætla að reyna að fara yfir Vestanhafs og taka viðtal við hann því að hann hefur verið núna mjög hátt, hann er náttúrulega einu svona fremstu fræðimönnum í Harvard og hann er búin að vera mjög gagnrýninn á því hvernig stefnan hefur verið í Harvard þar sem hefur bara alltaf að koma til móts við hópa og allir eru fórnarlömb og við og kynjafræðin á að hafa afskiptið að starffræðideildum og það þurfa að vera ákveðni hópar í þessu og það þurfa ákveðni hópar og okkur er ekki fleiri konur í þessu á þessu sviði hvað er að ykkur, okkur er þetta svona miklu fasistar hann hefur verið mjög gagnrýninn á þetta. Ég hef pínu áhyggjur af því og ég veit að það eru prófessorinn á veggja HÍ sem er ekkert mikið að ræða þetta sem hafa áhyggjur af þeirri þróun sem búin að eiga sér stað í Bandaríkjunum, horfðu til betri vegar en við höfum einhvern veginn ekki farið gegnum þessa bylgju en það virðist vera eins og að sé ég hef pínu áhyggjur af því að þetta sama mun koma til með að gerast hér þar sem við förum í einhvern svona algjöran svona siðferðislegan glundroða bara ákveðið siðrof í því hvernig við tökumst á við akademísk fræði og gerum þau í raun ógildandi sem er mjög vont fyrir akademísk fræði á Íslandi út af því að þetta er svo lítið mengi. Er einhver akademi á Íslandi lengur?
Ég meina, ég var að kenna upp í háskóla mjög lengi, mér allt orðið bara eitt stór framhaldsskóli, sko. Eða stefni í það. Það getur verið rangt hjá mér, þetta er kannski misjafnt, en nei, sko, veruleikin er ofta bara grimmur. Meina, ég sem lögmaður er sko með mál það sem er þetta bara ógeð. Þú bara glímir við þetta. Fólk lendir auðvitað bara í mótlæti og menn lendir í alls konar vesinni og þetta er svona hlutin og ekki réttlæti ég neitt í því. En sko framtíð okkar og velgengni getur svolítið ráðust að því hvernig tekst til í byrjun. Og það er svo mikilvægt að við lærum bara það að þurfa til þess að fara eftir reglum. Jafnt yfir alla gangi, takast á við mótlæti og kunna það. Ég sem þú gagnrýnt að þú sér í fjölmiðlum, sko, allir áttum fórnarlambi yfir einhverju, sko, sem bara svona, sem allir lendi í lífinu einhverju svona mótlæti og þá er bara orðið heilu viðtölin og greinarnar það. Það mendi alltaf að hvað allar ríkið það bara ákveða. Já, hvað allar aðrir að gera, þú sér þetta á TikTok og eitthvað svona það sem fólk að upplýsa það að makinn hafi haldið framhjá og fullt af fólki lendir í því, sko, og allir eru svo mikið fórnarlömb og hvað á að gera og Ég hef bara ekki unnið síðan þetta gerðist. Já, bara ekki unnið síðan þetta gerðist og allir svo miklu áfalli yfir öllu, sko, og menn eru alveg ófærir að takast á við áfall, sko. Það getur ekki endað vel, sko. Ég er ekkit, sko, ég skil alveg þetta, það er leiðilegt og þetta er erfitt en lífið er samt þannig, sko. Við getum ekki öll bara verið við getum ekki auðmikið samfélagið algjörlega, við verðum bara að takast á við þessi áföll. Vissulega erfitt og ef þú til þurfa að leita aðstoð þá er hún til, sko. Gerur það og en hvað ætlar ríkið að gera? Hvað ætlar aðrir að gera fyrir mig? Það er alltaf fyrsta spurningin, sko. Ég held að við þurfum að vinda ofan þessu til miður. Já, ég nefnilega, sko, hefur líka verið að pæla mjög mikið í því hvað umhyggja er. Umhyggja hefur aðalega falist í því að framtakslausir einstaklingar sannfæra fólk það að þau séu alveg miður sín yfir ógöngum annara og að það sé helst til þess fallið að bæta úr stöðinni. Og ég pælti þessu bara mikið út frá boxinu að með einhver manneskja sem bara gengur eitthvað illa í einhverjum barda og hefur kannski ekki verið að standa sér nægilega vel. Ég get alveg sagt við þessa manneskju bara þetta er náttúrulega bara ómögulegt og þetta skrifast alla aðra heldur en þig. En ég segi náttúrulega í flestum tilfellum, heyrðu, nú mætið þú betur á æfingar, tekur aukaæfingar og svo pökkum við þessum einstakling saman næst. En þetta er, sko, við svona, ef við yfirfærum þetta yfir á svona íslenskan veruleika eins og ég sé hann í dag, að þá er þetta orðið, sko, slæmt. Það að segja allir við mannesku sem er í einhvers konar eiturlyfjanótkun, heyrðu, nú bara rífur þú þig í gang og hættir þessu djöfusins kjaftaði, ferð að sinna barninu þínu og hættir að væla yfir öllu í þínu lífi. Ég veit alveg að það var erfitt að þið hættu saman, en þú ert ekkert að fara að sjú upp í nefið til þess að bæta upp fyrir það. Að hættu þessu kjaftaði bara. Þú sér þetta bara líka þegar fólk fellur að prófa í háskóla. Það er meira áttur átak, sko. Það er bara alltaf kennarna eyðileggja líf mitt, sko. Þannig fyrir að segja, heyrðu, ég vil bara standa mig betur, sko. Tekið það prófa bara upp og standa mig betur. Nei, það er bara sök kennarans að þú fellur, sko. Og það er bara, það kalla bara á sálfræðing og ekki hvað. Það er bara hluta áfællum í lífinu sem var falla, sko. Ég líka, sko, út af því að þú ert talað það. Hvað viltu að þín gráða merki? Hvað viltu að það þýði að þú sért búin að ná ákveðinni gráði ákveðinni fæi? Ef allir geta sinnt því sem að þú ert búin að ná árangri í og árangurinn felst helst í því að þú kvartir nægilega mikið kennarunum til þess að væla þig yfir 5 þröskuldin, hvað þýðir þín sérkunnátta? Hvað gildi hefur það fyrir fyrirtæki eða opinbera stofnun að þú sért með þessa gráðu
ef að allir sem að eru með sömu gráðu hafa náð að væla sig í gegnum námið? Ég sko, atvinnulífi á að geta treyst því að þú ert með gráðuna að þú ráðið þessi verkefni. Ég er ekki viss að það síðast þannig lengur allstað, sko. Nei, Bandaríkjunum er þetta orðið stórkostið á að gefni, sko. Já, það sem bara ákveðni hópar hafa fengið bara viðbótar, sko ekki viðbótar þjónustu, bara heldur fengið bara að slæta, sko. Já, ég held að slæt sé mjög mikið hér, sko. Já. Og og þannig að atvinnulíf fara átt að sjá því að það að hafa gráðu kannski segir því afskaplega lítið. Hvað kannt og hvað getur og hvað mögulega eigir að geta. Það eru fyrirtæki núna að byrja að taka inntökupróf. Það sem að þú ert látin að standast ákveðna kröfur, sko kröfur fyrirtækisins áður en þú færir starfið út af því að þau geti ekki gert ráð fyrir þessu lengur. Já, en háskólinn á að vera það, sko. Maður hefði haldið það. Já, það er bara ekkit og þetta er orðið ég mætti að byrja fyrst að kenna, sko, þá kom menn bara mjög móðgæður að fengi ekki yfir 8 eða 9, sko. Og ég sem, ég er raunverulega að gefa miklu hærri einhvern heldur á skili, sko, því að þau út í einkaskóla og það má ekki fella þig, sko. En af því það bara tapar skólinn peningum, sko. Það er bara þannig, sko. Þú kannt ekki neitt og þú veist ekki neitt. En, sko, já, ok, ég sagði það ekki beitt við en En þú hugsaði það? Ég hugsaði það, sko, og en þetta er kannski svolítið hluti af frelsinu, en það þýðir þá auðvitað það atvinnulífið getur ekki treyst á því að þú ert með einhverja prógráðu að þú kunnir eitthvað eða muni geta eitthvað. Það er bara orðið þannig. Já. Og vera lengi þannig í Bandaríkjunum, þannig að atvinnulífið bara verður ákveðna skóla sem þið segja, við treystum þessum skólum en ekki þessum og svo framvegis. En prógráð segir orðið afskaplega lítið í dag, sko. Víðast hvar. Það skapar ákveðin glundróða, sko, sem að hefur ákveðin straumáhrif, sko, og sérstaklega eins og ég segi þegar að svona, sem er náttúrulega undanhaldi, sko, eða ég ætla rétt að vona það sem er ákveðin svona réttrúnaðafræði, það sem er bara hugsaðir að vera bara einstaklingur sem er bara, já, ég er nú áhuga á réttindum og svona réttlæti fyrir fólk og mannréttindum, sækir sér svo bara einhverja gráðu bara eitthvað algjör della. Það er fullt af slíku til. Já, en í síauknum mæli og sérstaklega hefur orðið til náttúrulega undanfarnum árum þar sem að við höfum verið einmitt sko barinn með þessu pólitíska barefli sko einmitt undir þeim formerkjum að þurfum við helst að hækka skatta, bara klætti einhvern annan búning sko og sagði verið ómöguleg manneskja og vond manneskja ef þú ert annarri skoðun. Já, ég er með verri manneskjum í landinu sko en ég hef svolítið áhyggjur af þessu, sem ég segja að það ekki að hafa áhyggjur af þessu, allir líður bara finnur út úr þessu og það verður ekki að þessu röfli. Það er alveg, bara legðu skóla með að vera frjálsum og þegar maður þess vegna hafa enga kröfur, verður ekki að röfla þetta. Allt í lagi, kannski óþarfa áhyggju hjá manni, sko. Nei, ég meina, sko, þetta er þessi, ég talaði um þetta við Björn Jón Bragason núna fyrir skömmu, þar sem að við vorum um þetta, sem ég farið svolítið rauk fyrir því að svona tvennt, að fyrsta lagi hægri menn hefur svolítið svona gefist upp á hugmyndafræðilega baráttu og svona gefið þessu upp á bátinn af hverju eignarrétturinn er mikilvægur. Men ég held að væri bara búin að klára það, þyrfti að hafa áhyggjur af þessum vera. Já, og hafi bara svona svolítið gefið vinstrimönnum menningarlega fyrirbærið og ekkert pælt í því meir, bara fengið að vera svolítið friði með efnahaginn sko, því allir eru að pæla í því hvaða kynþættu ert og hvort þú sitt kynsegin og hversu mörg kynna eru og hvort þú sért ekki örugglega svona litinn til þess að vera í þessari stöðu og hversu margir hérna. En síðan fór þetta einhvern veginn að berast eins og þú veist, hver fyrirtæki sem eru að einbeita sér að búið til kolsýrða drykki, allt inni fór einhvern veginn að votta sig gagnvart þessu sko, einhver svona trúarjátning yfir því að svona ert ekki örugglega peppaður yfir minni tilvist og hérna svo það voru bara einhvern veginn, þú veist, einhver stofnanir sem eru núna einhvern veginn að votta sig hérna yfir hinn og þessu og þeir eru ekki búið að votta þín á stofnun og svo hérna er spurð hérna, já, ok, og hvað gerist þegar þeir eru búin að votta þessa stofnun? Þá tekur eitthvað annað við, sko, sem er hérna, þetta er aldrei búið, sko. Við erum alltaf í stanslausir baráttu yfir einhverju... Já, menn líta bara þetta sem einhver hluti af businessu, sko. Þetta er náttúrulega business, sko. Já, en sko, já, þetta er áhugavert. Ég veit ekki hvað að segja um þetta. Mér finnst bara að hægri menn eiga drullast til að standa eins í lappirnar og segja, heyrðu, ég er að einbeita mér að því að búið til kolsýran drykk. Ég hef ekki tíma né pening í því að vera eitthvað að sinna einhverju sko fræðslu það að ég ekki hata fólk, ég hata engan, ég er bara einbeita mér að það búið til kolsýran drykk, ég er einbeita mér að það selja hann, það kaupa hann allir
allir hópar kaupan þannig að ég ætla bara, þú veist, ég held mínum hópum sáttum með því að búa til ákjósanlegan kolsýrðan drykk sem í samkeppni við aðra drykki. Nei, við þurfum bara vera einhvern að votta og setja hann í einhverja liti og þetta rosalega skrítið. En þú sagðir á hana svolítið að við sko látið vinstraliðið taka svona yfir listur og menningu. Já, sem alveg rétt og verið fastar. En ég hef tekið eftir því núna, bara alveg seinustu misseri, að þeir sem svona í menningu og listum eru svona aðeins að snúast meira til hægri. Já, ég er líka búin að taka því. Já, og ég finn svona að menn svona átt að segja á því að þetta líka bara business, sko. Þetta auðvitað litli kapitalistar að selja hvað þeir geta og sannfæra mig þetta sem bara frábær list og gagleg og flott og svona, maður finnur aðeins að þeir vilja bara fá að vera frjálsir í sinni og búið til eitthvað umhverfi fyrir mig og við gerum það með því að gera allar tekju þeirra að fjármagnstekju, bættum mjög umhverfi fyrir þá og ekkert óæðilegt við það að það væri fjármagnstekjur og segir bara, þið bara búið til umhverfi fínt að hafa eitthvað svona styrkjakerfi þannig að einhver þarf að sanna sér til að fá styrk og svona, ekki bara gera okkur ríkistarfsmönnum og þannig að svona, þessi hugmynd svolítið komin bara þeir sem eru bara duglegir og gera krafti og getur séð þetta svolítið flotti sem er með loftkastala sem bara búið til þættinu Vigdísi og að vera búið til svona verkefni alveg bara business hjá þeim en alveg afurð mjög flott hjá þeim sko og ég meina mér finnst ekki mikill vinstrimerski þessu hjá þeim sko en svona mér finnst svona gott ef þeir sem svona í listum og menningu séu bara ég bara vil fá að njóta mín stugnaður og árangus og ég vil bara vera í svona frjálsu umhverfi ég vil ekki bara einhvern ríkis lista sko. Ég fengi hérna Ernumist og Halldór Ármann hingað sem mitt eru búin að gefa upp á Ernumist reynda var aldrei en Halldór Ármann er búin að gefa upp á votina eða að vera eitthvað ríkistyrtur þá eins og þau lýsaði sjálf sko það losar miklu meira svona hugmyndaflæðið að þurfi ekki einhvern veginn að vera að pæla í því eins og Halldór Ármann nefndi að bara vera verðlegin einhverja barnabæku fyrir einhver svona framúrskarandi og framsækin viðmið og allt þetta eitthvað að fagna fjölbreytileikanum og þessi hérna trans og allt svona frábært sko og eins og sko þar sem allir hvítu kallanir sko sem að fá að vera þeir eru nauðgarar og það alltaf vondir sko þetta þetta svo mikið eins og ég segi, þegar þetta orðið ríkið ertu þá, ertu framsækin þegar þú ert að búa til svona til þess að fá ríkistyrkina ert þú þá menn rekna það bara út þetta allt mjög klent, eins og Jón Viðar myndi segja þetta allt mjög klent og ég bara segi sjálfur svona fyrirfæmið haldið að mestu kapitalistar og hægri menn landsins væru þeir sem væri lista á menningarlífinu sko. En ég hef bara haldið að vera mestu pönkaranir bara sama hvort að mesta stjórnun pönkarar eru auðvitað hægri menn ef þú ert pönkari sko þá ert þú bara, viltu vera frjáls og gera það sem þú vilt sko þá ertu hægri maður sko en pönkarar og allt þetta í list og menningu alltaf einhver svona marxistar og andstöðu við þetta kapitalistiska samfélag sem samt sko gaf þeim möguleika að vera til sko þessi hugmyndin nei, þá voru þeir alltaf berjast gegn þessu kerfi af hverju? Þið voru alltaf á röngum staði í tilverunni segi ég þetta fólk á röngum staði í tilverunni hérna Brynjar gangið vel í formannslagnum já, þakka fyrir bara hérna hlakka til að ég reikna með að þú stiðir mér þessu formannslag ég sko það væri ég myndi fara á landsfundin og ég myndi vera á gjöfinni í því að hérna moka atkvæða myndi því það er bara þannig að gangið allt í haginn sjáumst von bráðar því að þú vilt vera svo duglegur að koma þú reyndar alltaf eitthvað yfir í eitthvað en nú fer ég að hætta það er náttúrulega bara ekki rétt sko þú eins og þú varst að segja ég boxari þannig að þú skalt bara vara þig hérna takk aðeins fyrir að koma fyrir minn hafa gott í dag takk